Já, herðu, velkomin að Rauðaborðinu. Það er margt í boði í kvöld eins og öllunum kvöld. Það er hérna aftast í þættinum að þá ætlar María að tala við Kolbrúnu Ernu Pétursdóttur og hún, Kolbrún ætlar að segja henni, hvað er að segja, sjúkrasögu sína. Þetta hann Guðröður Atli kom hérna fyrir 2 dögum og sagði sína sögu og við ætlum að fá nokkra svona sögur því að þetta er góð leið til þess að náttúrulega kynnast fólki en líka til þess að kynnast heilbrigðiskerfinu og hvernig samfélagið tekur á veiku fólki. Kolbrún ætlar að deila með okkur sinni sögu hérna eftir. Þóran Hjartarson er sagnfræðingur, býr á Akureyri. Hann er herstöðaandstæðingur og hefur verið við alla tíð á móti veru Íslands í NATO. Ég ætla að tala við hann Úkrænustríðið og svona stríðsvæðingu NATO hér á eftir. Það er hérna svolítið eintóna umfjöllun okkar stríðið og NATO undanfarið. Við ætlum að fá að heyra aðrar raddir, önnur sjónarmið eins og við gerum hérna oft við Rauðaborðið. Við ætlum að horfa vestur haf. Við ætlum að fara til Bandaríkjanna í fylgd Magnúsar Helgasonar sem kemur hérna oft og talar við okkur bandarísk málefni. Við munum reyna að skilja það hvað eru Bandaríki Biden, bæði innanlands og kannski stöðu Bandaríkjanna í heimspólitíkinni, hvort það hefur eitthvað breyst. En ég grunum að við verðum meira svona innanlands í Bandaríkjunum í kvöld. Þegar við förum yfir fréttir dagsins að þá eigum við María stundum í vandræðum með að fjalla eitt fréttamál sem er stóra kókaínmálið sem er flókið og skrítið mál og stundum má ekki tala það. Dómarinn bannar blaðamönnum að segja frá málinu og við erum svolítið þurft að játa okkur Sigurður gagnvart þessu máli en við ætlum að bæta úr því í kvöld því að María fær hingað 2 blaðakonur sem hafa setið í dómsölum og hlustað á réttarhöldin í þessu flóknamáli. Það er Helena Rós Sturludóttir sem er blaðamaður á Fréttablaðinu og Margrét Björk Jónsdóttir sem er blaðakona á Vísi. En við náttúrulega fjöllum ekki stóra kókaínmáli núna, við fjöllum eftir. Nei, við fjöllum aðeins þá eftir. Já, hvað er í fréttum þar fyrir utan? Þar fyrir utan, þá náttúrulega var boðað til stóra eldra aðgerða gegn skipulagðri brotastarfsemi og fleira í þeim dúr. Lögreglan er að bæta við sig mannafla. Já. Það var opinn fundur í dag eða streymi af honum þar sem að dómsmálaráðherra og lögreglustjóri og allir voru að ræða þau ætla að fara að taka inn helmingi fleiri held í lögregluskólan og fjölga í lögreglunni 80 manns alveg þannig að það er Lögreglan hefur nú bent á þetta að það vantar fólki í lögregluna og það er ekkert út af einhverju stóruaukinni skipulagðri glæpastarfsemi það vantar bara mann í lögregluna. Já, þannig að þetta er svolítið svona. Ég held þetta sé bara, það var nú talað á fundinum að það væri nú líka svo mikil aukning ferðamanna og annað og það hefði aldrei verið tekið með í reikningin sem er vantilega alveg rétt. Þannig ég held að það sé mikið Þannig að vera laga hrörnandi innviði. Já, ég held að það sé nú mikið nær heldur en að tala einhverju skipulagða brotastarfsemi. En af hverju vill Jón mála þetta svona? Er það ekki bara hvernig hann málar hlutin oft? Er þetta ekki svolítið? Allt sé að fara til fjandans. Allt sé að fara til fjandans og það sé... Það er bara einn sem hann getur bergað því. Það er Jón Gunnarsson. Já, og hann kemur með byssurnar. Hann er í svolítið svona kúrikaleik, sko. Svo síðasta vörn hins frjálsa heims. Já. Áður en hann rapar ofan í kaos. Já. Skipulegra glæpastarfsemi og taumlaus að hingað komu ólöglegra flóttamanna. Já, akkurat. Ja, við tökum ekki... Þannig að hann fer svona svolítið frjálslega með staðarindir eins og við höfum talað töluðum hérna síðast. Já. En það hefur verið talað og það hefur verið sýnt fram á fækkun lögreglumanna undanfarið. Það er bara eitt af því og eins og við getum bara legurými og við getum bara þöluð upp. Þetta er bara merkið hrörnandi innviði. Jú. Og þeir alltaf taka á sig. En hvað segir, er hann búin að finna pening fyrir þessu? Ætlar hann að leggja skatta á þessu? Ég hlustaði nú ekki á allan þáttin, ég hlustaði svona greip niður í brot og brot þannig að ég held hann hafi nú fengið eitthvað fjármagn til að gera þetta. Já, ætla að auka halla ríkissjóðs. Já,
Reyndar halli ríkissjóðs að minnka því að nú verðbólga og þá komin meiri tekjur inn í ríkissjóðs. Jú. Þannig að þessi 129 milljarða halli, hann verður eitthvað minni. Þeir ætla að eyða hluta af batanum sem náttúrulega tímabundi bati. Það er háskalegt fyrir fjármálaráður að eyða fróðunni sem að kemur í verðbólgunni. Já. Því að verðbólgan býr líka til fjárvöndun. Einmitt. Því að það verður dýrar að reka spítalann og skólana og löguna. Einmitt. Já, þeir eru líka að fara að fjölga hérna landamæravörðum. Það er nú eitthvað fyrir Jón bara held ég svona prívat. Já. Finnst þér að það þurfa ekki fleiri landamæravörði? Nei, ég segi svona að því hann er með innflytjendur á heilanum sko. Já, og það eru landamæraverðir að maður kemur frá Bandaríkjunum, Breitlandi, en annars ekki landamæraverðir. En svo eru þau voru náttúrulega líka að fara að breyta hérna aðeins hverju með að koma og eitthvað, þannig að þau ætla að fara að fá einhverja sérfræðinga til að einhverja fleiri utan EES og eitthvað svona. Já, þannig að kannski ég spá þetta sé hérna bara lagfæring á allt og harkalegum niðurskurði undanferðin ára. Ég held það líka, reyndar að það sé fyrst og fremst það sko. Já, hún hins vegar dramatískur og við höfum nú svolítið gaman að við höfum nú talað hann eiginlega svona skemmtilegasta persónan með ráðherrana, hann er nothæfastur í svona sitcom. Já, algjörlega. Svona yfir dramatískur. Það er samt alltaf alvarlegt yfirbræði yfir honum. Já, einmitt. Hann virkar rólegur, en hann hann er það ekki. Þarna undir niðri er eitthvað brjál í gangi. Já. Í mér bærist fól, sagði Heimir Steinsson eins og ný. Það er nú ekki fól sem bærist. Við alltaf með hrettinnar. Já. Það var bein útsetting frá þingnefndafundi. Já, frá efnahags- og viðskiptanefnd. Það voru Seðlabankinn enn einu sinni mætir Ásgeir. Seðlabankinn og Seðlabankstjóri og vara Seðlabankstjóri. Já, nú er hann með fjármálastöðuleikann, þannig að hann er ekki að tala um verðbólguna. Nei, einmitt. Það sem var merkilegt, það sem aðstóða bankastjórin, sem yfir, sem við því miður ég mann bara ekki í svipi hvað heitir, en hann var að tala um að það þyrfti að breyta lögum lífeyrissjóði og það var ýmislegt vandamál sem hann sá að þeim og fyrst og fremst að þau verið svo stórir og það verið svona stjórn að því að þau verið orðin sko miklu stærri en bankakerfið og svo var fyrirferð þeirra í öllum svona fyrirtækjum svo mikil og þeir nefndu það sem við höfum oft nefnt hér að því að þeir eru svona silent partner að þeir eru ekki atkvæða mikill fjárfestir þannig að fulltrúar þeirra í stjórnum eru ekki að móta stefnu fyrirtækjana heldur teika þeir bara alltaf stæðsta enga fjárfestin í hverju fyrirtæki fyrir sig og það þýðir það að menn sem eiga kannski 6% í ykkur fyrirtæki stýra því raunverulega eins og sínu enga fyrirtæki að því að lífeyrissjóðir sem eiga 70-80% í félaginu bara gera eins og sávill og það voru að tala um að þetta væri eitthvað óeðlegt en svo nefndu þeir eitt að það ætti að kljúa lífeyrissjóðakerfið þannig að séreignarsparnaðurinn myndi geta farið í sérstaka sjóði það kom ekki fram af hverju það var í snjált en ég býst við að inn í þessari tillögu sé það að skyldu lífeyrissjóðurinn hann geti verið í þessu formi sem er núna þannig að verkefnishreyfingin og samtök atvinnulífsins kjósa til hálfs stjórnarmenn og þannig að báðir hafa raunverulega neitunarvald en með því að flytja séreignina yfir í annað kerfi að þá var þetta búa til svona kerfi þar sem að sjóðsfélagar myndu geta kosið stjórn og þá meti það bara út af þessu sem ég var að segja áðan að eins og staðin er núna þá eru lífeyrissjóðnir móta enga stefnu þetta teika bara þann sem er vegna þess að það geti ekki móta stefnu af því að fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar og samtök atvinnulífsins munu alltaf leggja það til að bara stæðsti enga fjárfestir sér teikaður þannig hann raunverulega þannig að lífeyrissjóðin séu eiginlega svona uppbót við auðvaldið þannig að þú getur verið blánt auðvald á Íslandi, átt bara 6% ykkur fyrirtæki en látið eins og þau eru 80% samtök allir sem vilja hafa þannig og alveg sama hvað verkalýðshreyfingin reynir að setja svona reglur fjárfestingarstefnu að hún sé ekki verið að fjárfesta í spiltum fyrirtækjum árið slíku samtök allir sem stoppa það alltaf Jú, einmitt
En síðan var náttúrulega annað líka þegar þingmennið fóru að spyrja, Já, þá var talað húsnæðismál. já, einmitt. Við nú verið hérna með viðtal við Óla Margeirsson og fleira sem að segir að það snjallasta sem hægt að gera bara gagnvart verðbólgunni og bara stöðuleik í samfélaginu síðan að byggja Já, og nefnt lífeyrissjóðina í því. já, já. En þessu þetta verið húsnæðismálur pólitísk ákvörðun. Já, og svo var það ekki þeir sem sögðu líka, ég las það allavega einhvers staðar í dag að hérna, ástæðan fyrir þessu væri að það hefði ekki verið byggt ná mikið hérna eftir hrun Það veit allir. og eins og það væri bara svona, já, þessu var svona svarað eins og bara það væri nú bara ástæðan fyrir vandamálinn í dag og þessna var ekki hægt að laga það. Það var ekki þeirra hlutverk að laga það. Nei, en þú veist, eins og það væri skipti þar að leiðandi einhver máli að spýta í lófan og byggja meira núna. Ég meina þeir segja að það er pólitísk ákvörðun, það er þetta pólitísk ákvörðun. Það er pólitísk ákvörðun stjórnvalda að hafa húsnæðiskerfið í steik. Það er bara þannig. Við vitum það. Mér þeir verið að segja það. Já, já. En svo nefndur líka annað sem hefur oft verið rætt hérna við Rauðaborðið, að það verða að koma aðgerðir stjórnvalda til þess að verja hina tekjulegstu út af meðan vaxtahækkunin, út af verðbólgunni. Já. Og það eru allir að segja þetta. Já. Svo mæti alltaf ráðarinnar að segja að við erum búin að því. Við lögum hann skattkerfið 2019 og svo hækkum við settum 1 aukaprósent við öryrkjana sem að náttúrulega þú ferð úr 2% verðbólgu upp í 10%. Skiptir nákvæmlega einhver máli. Það segja að við settum 1% auka. Það skiptir nákvæmlega einhver máli, já. En svo voru líka fréttir í dag sem að formaður húsægendafélagsins Sigurður Helgi Guðjónsson var í viðtali á Mogganum og að tala að leiguverð eigi ennþá inni það séu ennþá tilefni til hækkunar og leiguverði sem er náttúrulega bara alveg fara átt ruglað að segja þetta og Hann er náttúrulega ekki að horfa á þetta frá sjónarhóli leigjanda. Nei, og hann er ekki að horfa á þetta frá sjónarhóli þeirra lægst launuðustu, en svo segir hann samt í sömu setningun og hann segir í rauninni að þú veist þetta er náttúrulega mjög slæmt fyrir þá lægst settu, þeir eiga náttúrulega ekki efna á húsalegunni. Hann viðurkennir það alveg, en svo vill hann ekki ræða það meira og svo talar hann húsalegu út frá forsendum bara þeirra ríku. Þannig að og hann vill alls ekki sjá leigubransu að sjálfsögðu ekki og tekur undir með Kára S. Friðriksson hagfræðingi hjá HMS eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að leiguverð hafi aldrei verið lægra eða í lægra hlutfalli við fasteignaverð og sjaldan í lægra hlutfalli við laun. Það er rétt, akkur er hann að standa í þessu? Hann er formaður húseigendafélagsins. Já. Og segjum við 100.000 húseigendur. Þá eru kannski 95.000 sem eiga bara sína íbúð. Já. Svo er bara einhver 5.000 sem eiga auka íbúð. Svo er hann að berjast fyrir hann leigu sala. Já, hvað tykur svona því? Þeir eru ekki bara stofnað sitt eigið félag? Já, ég segi það líka. Upp á húseigandafélag. Þeir eru ekki að vera að gæta hagsmunum húseiganda, þú veist, í sambandi við þetta skemmtilegast að hlusta á það og vera að tala hverju að borga þaki þegar legur í fullhúsum. Þetta er alveg ótrúlega umræða ótrúlega hvað er með hann og líka samtöku atvinnulífsins hvernig þau nenn alltaf að vera að taka upp hagsmuni leigusala sem eru bara fámennur hópur sem að veldur stórkostlegum skaða. En þetta er líka bara þetta voru líka svo villandi upplýsingar frá þeim báðum hann í dag Húseigendafélaginu og hverjum? Já, og honum yfir hagfræðingi hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að tala leiguverði svona. Hann hefur gert það áður, hann talar að þú veist að nú er vextir að hækka og nú er hann hefur verið sagt nú er fasteignaverð að hækka og þar að leiðandi mun leiguverð hækka. En það er ekki tekið inn í þetta heldur að bara verðbólgan og svo kaupmáttarrýrnun sem að fólk er að glíma við hann hefur nú oft bent á það formaður Leigjendasamtakanna að þetta samhengi á milli fasteignaverðs og leiguvers er hvergi annar staðar eins og er hér. Nei, einmitt. Og það verður bara sýnt fram á endalaust dæmi að því ef að fasteignaverð hækkar 10% að þá er kannski leiga hækka 1% og er bara út af allt eru forsendum. Hér er alltaf látið þess að ef að fasteignaverð hækki að þá er leigan að hækka á manni sem keypti fasteignaverð fyrir 10-15 árum. Bara hækkun fasteignaverðs snertar ekki neitt nema það að fasteigna gjöldin hækka en þau eru bara brot það er kannski verið að hækka bara
sko vægi þess inn í húsalegunni ef að fasteigna verður hækkar 10% þá vægi sko hækkun af fasteignagjalda inn í kostnaði leigusalans kannski bara 0,01%, bara eitthvað hrægilegt. Nákvæmlega. En það líka, ég var að skrifa aðeins þetta á samstöðun í dag og bendi á vísa í grein frá Guðmundi líka þar sem hann að tala sko húsalegu, eða hlutfall húsalegu af lágmarkslaunum hér í samaburði við önnur lönd á Norðurlöndunum til dæmis. Það sem við erum miklu herri. Við erum mikið herri. Þannig að Þetta náttúrulega, þetta bara eitt af stærstu vandamálum íslensks samfélags er húsnæðismarkaðurinn, hátt á húsalega. Akkurat. Og það ætti að vera hægt að fá alla borðin eins og sagtir. Já. Til þess að glíma þetta. Það er ofsalega svekkjandi þegar maður sér svona skakka umræðu þetta. Já, og hvað margir telja að þeir hafi sameiginlega hagsmuni með okurleigur? Já. Það er alveg óskiljanlegt. Já, það er óskiljanlegt. Því að samtök atvinnulífsins til dæmis sem að semja og kaupa kjör ættu að fara í herferð gegn okurleigurum. Því að fólki sem að okrarnir er okra á með leiguna, þeir koma til samtök atvinnulífsins og heimta hærri laun. Já, þannig að sko samtök atvinnulífsins hafa bara sameiginlega hagsmuni með launafólki að losna við þetta út úr íslensku samfélagi. Herðu, næsta frétt. Katego kynnti 134 milljarða króna uppbyggingu við Keflavíkurflugvöll. Það var svolítið svona. Katego er? Já, þetta eru Vissur það fyrir daginn í dag? Katego? Ég er ekki viss ég hafi vitað fyrir sko, og þessi mynd sem að birtist held ég í mokkanum af sko Bjarnabæðintinsinni og öllum kollunum hann í Katego og þetta var bara svona episk mynd eitthvað neinn. Það er líka því að það var svona öxl á manni sem var með svona strípur. Já, hann kom svona inn á myndina einmitt. Þetta var svona eins og þetta var bara kallar. Já, þetta var svona eins og það er nú kona sem er stjórnarformaður. Já, þetta var svona eins og mynd síðan sko 1954 eða eitthvað. Ég var svona næstuði búin að deila þessari mynd sko. Það er merkilegt að svona fyrirbyrðið sem að fáur vita hvað þið er getur planir að 134 milljarða uppbyggingu. Já. Það er svolítið mikil peningur. Það er rosa mikil peningur. Og engin vissi alveg hvað þetta er. Þetta er svona einkafyrirtæki sem er í eigu ríkisins og þar að heyri það undir Bjarna. Það eru breytingar á því. Í gamla daga þá hefði þetta heyrt undir samgönguráðherra. Já. En í tíð Bjarna, og reyndar aðeins fyrir það, að þá er ekki litið á eitthvað svona fyrirbrigði eða byggðamálaráðherra. Þau sjá eða hefur verið falið það að sjá uppbyggingu í kringum Keflavíkurflugvöll á svæði bæði ríkisins og sveitarfélaga þar. Í gamla daga þá heyrði svona fyrirbrigði undir viðkomandi fagráðherra. En núna er þetta allt skilgreint sem eign, þannig að við almenningur komum að þessu sem eigendur, eins og hlutafjáreigendur og þar lendi heyrði þetta allt undir Bjarna. Og þannig að plana var farið út í samkeppni, svona hönnunar og skipulags og hugmyndasamkeppni hvað er að gera við landsvæði kringum Keflavíkurflugvöll. Það var hollenskt fyrirtæki held ég sem að vann samkeppnina og er þar með plönum að byggja svona, hvað heitir þetta, iðngarðar, hugmyndir að þarna verði góðu staðu fyrir lyfjaverksmiðju, þannig að þú getur framleitt lyf og svo getur flogið með lyfin bara hingað og þangað. Ég veit ekki hvað vitir í þessu sko. En þetta er bara stærðin á þessu er svo 134 milljarðar. Gríðarlegt. Þetta er einhver 5-manna stjórn. Gætið nöfnin á þeim en þú myndir ekki þekki neitt af því. Nei. Svo er einhver forstjóri sem enginn hefur heyrt áður. Þau eru raunverulega komið hálfgert svona, ég segi ekki skipulagsvald, þetta verður náttúrulega að fara undir samþykkt hjá Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ. En þau koma náttúrulega með það og segja að við erum svo að gera þetta og þetta og þetta er svona mikið og svona mikið að það segir ekki nefið þessu. Þannig að þetta er eitthvað svona, það er svo mikið eitthvað svona opinberum hlutafélögum eins og Bankasýslan, hún bara ræður í hvort að bankir sér seldur. Það er búið að búa til svona einkafyrirtæki út frá öllum geirum hérna og verið að reyna að reka innviðina eins og einkafyrirtæki. Já, eins og sko þínir hagsmunir sé ekki sem borgara eða notanda af innviðunum, heldur sem hlutafjáreigenda af, það er satt. Ég veit það, þú verður sko fyrst og fremst skilgreindur sem eigandi að Landspítalanum. Já, einmitt, nákvæmlega.
Herðu, Já, ég ætla að segja smá fréttir á honum Halla einmitt. já, Honum Haraldi Þorleifsinni, óskabarni íslensku þjóðarinnar. óskabarni íslensku þjóðarinnar. Það er allir búin að fylgjast mjög spenntir held ég með þessum samskiptum hans við Elon Musk undanfarið. En Elon Musk náttúrulega sagði honum upp störfum. Þetta er náttúrulega eins og í James Bond myndunum. Þær eru betri eftir því sem að illmennið er betra. Já. Og Elon Musk er náttúrulega besta illmennið sem það eftir að hugsa sig. Hann er náttúrulega bara fyrir fram úr öllum helstu væntingum fólks, sko. Hann verður, alltaf meira og meira illmenni. Hann er að brekta eins og Kristur út úr James Bond. Já. En hvað ég var að hlusta á lag eftir Halla í morgun. Já, svo sagði hann postaði í gærkvöld á Twitter eitthvað svona að hann væri nú alveg að hugsa bara aðra skemmtilegri hluti heldur en þetta Elon Musk mál og hann ætlaði nú að held ég láta vita í kvöld eða eitthvað svo leys hvað hann væri með í smiðum en svo er einhver búinn að leggja svo held ég eða eitthvað, eða hvort hann er búinn að sína það. Hann fekk eitthvað 170 miljón nýja fylgjendur. Já. Hann er bara móða úr því. Hlustar á lagið? Nei, ég er ekki búinn að hlusta það. Ég ætla að hlusta það í kvöld. En Elon Musk, það var viðtal við í síðdeis útvarpinu held ég. Hann er fínn tónlistarmaður, sko. Ég hef alveg heyrt áður eitthvað með hann. Hvað heitir þessi tegund tónlistar? Það eru margir svona kallar sem eru svona, syngja svona milt og rólegt. Já, þetta er bara... Þetta er rosa hetja. Nútíma þjóðlega tónlist. Hann fellir í illmennið, svo tekur það bara upp gítar eins og bara Roy Rockes og syngur á leiðinni inn í sólsetrið. Já. Einmitt. En allavega það var viðtal við æsku vinans í dag í síðdeis útvarpinu hann Andrés Jónsson, já, sem er PR-maðurinn Andrés Jónsson og hann var aðeins að svona lesa í það sko hvað hefði verið í gangi þarna á milli hans og Elons og hann segir að þetta sé mikið svona lengri saga heldur en kannski fólk átti sig á og var að útskýra líka svona nákvæmlega hvernig samningurinn hefði verið sem hann hefði gert sko, það má ekki reka hana það var eitthvað 10 fyrirtæki eitthvað svo leið sem að Twitter keypti og samningurinn við alla þá söluaðila er einhvern veginn svona að þeir hafi þurft að vinna í einhver x ár og Twitter er kannski að gera það einhver leiti til þess að gera samningin ódýrari sko og en svo ef að í rauninni þeir eru reknir þá þurfa þeir bara að borga samningin upp en það stendur samt í samningum að það megi ekki reka þá þannig að þetta er bara mjög flókið mál sko þannig að Elon hefur ekki einhvern veginn átt að sjá þessu þegar hann er að reka og ítra peð hann rak hann mann sem hann mátti ekki snerta og Halla vantaði í rauninni sko skriflega staðfestingu á því að það væri búið að reka hann. Hann tróði tilbaka. Já, þeir voru búin að passa sig á því að vera ekki með og hann segir hann rekur alla og hann lætur engan hafa skriflega staðfestingu af því það er hægt að nota það í kæru gegn þér. Og Halla vantaði þessa staðfestingu til þess að geta bara stemt honum. En hann tróði tilbaka sem þann eftir Elon Musk. Já, en hann á þetta samt staðfest og meir en það, hann á ekki bara auðvitað er rakið þig heldur líka þegar hann er að neyðra hann fyrir að vera fatlaður og rakið að því þú gerir ekki neitt og að því að þú ert fatlaður og þú þykist þetta og þú þykist hitt þannig að hann er með ennþá meira í höndunum til þess að kæra hann sko. Annars var hann bara með þú ert drekinn annars er það bara þú ert drekinn sko. Þannig að þetta ekki því í fósblöðum Jú, uppáhaldskett sem heitir fósblöðum þú ert drekinn Já, þannig að þetta er þetta var dálítið athyglisvert þetta var ekki eitthvað svona flipp hjá Halla sko, heldur var þetta alveg út þaulhugsað Sá Andrés Jónsson sem að þeir ólust upp saman Já, þeir eru gamli vinir Ok, herðu nú þurfum við að gefa í Já, við þurfum að gefa í Herðu, það er búið að saka íslensku óperuna rasisma fyrir uppsetningu sinni Madame Butterfly Hvað finnst þú það? Mér finnst það bara ekkert skrítið sko, ég verð nú bara að segja eins og mér finnst það bara, ég er bara að hissa sko að uppfærslan hafi ekki verið einhvern veginn útfærð á annan hátt ég hefði einhvern veginn haldið að íslenskir
leikarar og leikstjórar og listræni stjórnendur verið komnir aðeins lengra. Þannig að hérna. Ég sá Madame Butterfly ykkur þar, ég mann hvað það var. Já. Það var bara í New York. Þá var þetta svona sett upp sem Japan. Já. En það, þú veist, svo kannski, sko, það hægt að setja upp sem Japan og setja upp sem Japan, sko. Þú veist. Þetta náttúrulega í Japan, þetta er Puccini, það er ekki græna grunn hvað Japan var, sko. Já, en þú veist, þú getur alveg... Þetta er bara svona, hvað heitir þetta, svona Everland. Já. Þetta er bara Delluland. Þetta er bara Delluland. Þetta er til Dellulandi. Nákvæmlega. Þannig að það verður örugglega eitthvað framhald á þessum mótmálum. Ég ætla að googla í kvöld hvernig menn setja þetta upp í dag, hvort að menn flytja þetta til. Það verður mjög forréttilegt að vita. Þetta er nú óttalega vella, sko. Já. Veit ekki hvort það sé hægt að flytja þetta út úr þessu Everlandi. Nei, einmitt. Herðu, svo já. Puccini var rosa vitlaus og erfiður og leiðilegur maður. Rosalega montinn. Já. Það er þú vilt þröngar stjettir tala átt illa hverjum annan og óperuhöfundar er ekki margir. Þannig að óperuhöfundar voru allir saman og Puccini var alveg síðasta sort. Það er fá að verið talað jafn illa eins og hana mann. Já, einmitt. Herðu, það er spáður rosa kuldatíð núna næstunni. Já, þannig að nú getur við verið að aðtöku hvort að hittaveitan skrúi fyrir sundlaugarnar og eitthvað svona. Það mun vera þannig, þetta er bara fullir til mig. Það er bara minnkaðu þrýstingurinn til þess að dugi heitt vatn fyrir alla og við sem að búum í gömlum timburhúsum niður í bæ. Já, þeir fáum bara voða lítinn hita. Við erum bara að deyja og ég var bara, hvað var þetta, eitthvað 3 vikur fyrir árinu? Já. Mér er orðið svo langkalt. Þið er bara að tróða dagblöðum inn í veggina. Já, inn í sloppin. Já, inn í sloppin. Það var einhverju... fangar gerðu það í gúlaginu tróðu dagblöðum inn á sig. Já, einmitt. Íslendingum aldrei fjölgað meira? Nei, einmitt. Er það fögnuður? Varstu ánað að sjá það? Sko, já, ég meina ég myndi vilja... Það var fleiri? Já. Getur ekki beðið þannig að það verið 1 milljón? Nei, ég get ekki beðið þannig að það verið 1 milljón. Já, ég held ég liðið það. Ok. Ég held að muni gerast hratt. Ég fór að skoða... Ég segi það ekki, ég ætla að draga þetta tilbaka. Ég mun örugglega ekki lifa þangt að vera 1 milljón en svona vonandi verðum við eitthvað langleiðina. Því ég held líka að margföldunáhrifin verða kannski, þú veist, alltaf meiri eftir því sem okkur fjölga meira. Ég fór að skoða hvar fjölgunin er. Já. Og það er ef maður tekur svona 10 ár og þá sér maður að mesta fjölgunin er í klukkutíma radíusnum. Það er Reykjanesbær, Árborg og Akranes. Akranes er eins og hætt að stakka. Það var náttúrulega, vegurinn var náttúrulega bara fór úr leið einhvern veginn. Hvað vegur? Nei, ég segi þeir eru ekkit vegurinn, sjóleiðin náttúrulega. Akraborgin hætt að sigla og göngin fóruð þarna framhjá. Göngin náttúrulega gerðu Akraborgin óþarfa. Já. En það er eitthvað sem að fólk vil ekki, það er einhvern veginn ekki freistandi að fara til Akranes eins og var. Nei. Og Árborg er ekki að stakka mikið. Það er náttúrulega Vík í Mýrdal og svona sem að þessi túristaleiðin inn að Jökulsárlóni. Það er mikið fjölgun allstað þar. Já. Það er Reykjanesbær sem að bara er af þenjast út. Já, og 10 árum hefur fjölgun yfir 50%. Já, einmitt. Þannig að ég var að hugsa Reykjavík hangi bara í meðaldalinu. Já, ég var að hugsa þetta. Hafnarfjörður verið neðan meðaldalinu. Já. Ég var að hugsa þetta með Reykjanesbæ út frá líka bara síðan svona þessum varúðar þegar verið að vara við eldgosum og svona einhverjum jarðhræringum hana og varandi rafmagnið og allt þetta þá hugsa ég bara, nei, ég ætla að fara að fjölga svona fólki þarna. Ég veit ekki með norðanvertnesið en svona ef það er vitlaust að búa í Vestmannaeyjum að búa á Gígbarmi og Virku eldfjalli sem að ég veit ekki, kannski er eitthvað jarðfræðingur sem býr hana, en ég myndi halda að þeir myndi forðast að kaupa sér þar. Það var næsti staður á Íslandi sem er ekki snjallt, það er Grindavík. Já, nákvæmlega. Þetta eru hættulegustu staðirnir, ef þú ert að hugsa um að lifa að verði milljón, en hins vegar náttúrulega fáið dáið á Íslandi út af eldgosum. Já, svo er það reyndar, einmitt. Herðu, en núna ætlum við að
segja gott í bíli en við ætlum að halda Já. árum að tala fréttir dagsins því að stóra kókaínmálið eiginlega búið að vera frétt þessa dags og síðasta dags og bara margra síðustu vikna og Mari ætlar að fá hjálp til að skilja það mál eftir augnablik.
Já, hingað við rauðaborðið eru komnar, það Helena Rós Sturludóttir frá Fréttablaðinu og Margrét Björk Jónsdóttir frá Vísi, verður velkomnar. Takk fyrir. Þið ætlið að fræða með aðeins stóra kókaínmálið sem að við höfum átt hérna erfitt með að skilja við Gunnar Smári. Við höfum verið að reyna svona, við erum alltaf að velta því fyrir okkur að fara að segja fréttir af þessu eins og einhvern veginn fallast okkur hendur af því þetta eitthvað svo skrítið mál og umsvega mikið. Þið hafið verið hins vegar báðar að segja fréttir af þessu á sikkurum miðlinum og hafið fylgst með þessum réttarhöldum, ekki satt? Jú, frá upphafi. Já. Þau hófust náttúrulega 19. janúar og þeim lauk bara núna í gær. Já. Þannig að þetta komið talsverður tími frá því að þetta byrjaði. Einmitt. Og þetta hefur verið, já, ef ég segi bara fyrir mig, ansi áhugavert að fylgjast með þessu máli svona frá upphafi. Virkilega áhugavert og einmitt margir klukkutímar og margar blaðsíður sem maður er búin að skrifa og hérna hægt að horfa út á þetta mál út frá rosalega mörgum sjónarhornum. Já. Þetta svolítið sérstakt, svona það sem að ég hef svona skynjað af því litla sem ég hef lesið þetta þá hef ég skynjað að þetta svolítið svona óvanalegt mál, svona það er einhver svona óvanalegu tónn í þessu máli eins og rannsókn hafi ekki verið klárað eða eitthvað svoleiðis. Já, það hefur verið gagnrýnt, verjendur sakborninga hafa bent á það að lögreglan hefði kannski átt að fylgja málinu aðeins lengur eftir. Já. Sakborningarnir eru náttúrulega allir 4 sammála það að þeir spili aðeins lítið hlutverk í málinu. Já, það hefur verið hamrað svolítið á því. Já. Svo veit maður ekki hvort það er bara einhver tækni hjá verjandanum eða hvað sko. En segið mér aðeins, hvað fjallar þetta mál? Þetta er þannig að smygla á hvað 100... Nei. Já, tæplega 100 kíló á kókaíni. Já. Það er langstærsta fíkniefnamál bara Íslands sögunar. Það hafa aldrei verið komið efnin aldrei til landsins. Þetta er sérst, bara til að segja þetta frá upphafi, þá snýst þetta það að þessir 4 íslensku karlmenn eru ákærðir fyrir aðild að innflutningi á þessum 100 kílóum og lögreglan sérst kemst á snúður það til standi að flytja inn 100 kíló og að fylgjast með 3 af mönnunum og þannig að þau láta sérst yfirvöld í Hollandi vita. Já, og þar er sendingin stöðuð og tollverðirnir skipta efnunum út fyrir gerviefni og senda gáminn áfram til Íslands. Já, þannig að hið eiginlega kókaín kom aldrei til landsins. Nei, sem að gerir þetta mál eiginlega áhugavert sko. Já. Að því leitinu til að Þannig að í rauninni hefði þá ekki átt að rétta í því í Hollandi eða hvernig, er það ekkit? Þetta eru náttúrulega íslenskir sakborningar í málinu. Já. Og íslensk rannsókn. Íslensk rannsókn, já. Þeir komust á snóður þetta máli í gegnum saltdreifaramálið svo kallaða, sem er annað gríðarlega stórt fíkniefnamál sem var dæmt núna í lok síðasta árs og þar í raun og veru var að nota sérstakt forrit fyrir samskiptin þar sem að lögreglan sér meðal annars svona vísbendingar þetta mál og þeir í raun og veru kanna það og það er þessi fyrri gámur sem kemur svo til landsins sko, í gegnum Pál líka, Pál Jónsson sem er einn sakborninga sem er Timbursalinn Timbursalinn sem er á 70-aldri sker sér svona svolítið frá hinum, hinn eru allir á 30-aldri þetta er ólíkar personur sko og en lögreglan leitar í þessum gámi þegar hann kemur til landsins og það finnst ekkit í þeim gámi. Þetta er bara einingahús sem var flutt til landsins frá Brasilíu. En svo kemur önnur vísbending úr annari átt í maí, var það ekki? Jú, það var í maí 2022. Hún var svona aðeins nákvæmari sem að lögreglan fekk semst vísbendingum að til stæði að flytja inn kókaín frá Suður-Ameríku og að Páll væri tengdur því og Birgir Halldórsson sem er annar sakborningur og Páll segir sem sagt að Birgir hafi fengið sig til verksins en hann neitar því sko, segist að komið að málunni setna. En Páll hefur reyndar verið sko, hann hefur haldið sig við þann vitnisspurð alveg frá upphafi sko. Hann er svona trúarögt vitni.
Já, og saksóknari einmitt hafði orð á því að hann væri trúverðugur og benti meðal annars á að Birgir Halldórsson væri kannski ekki eins trúverðugur í sínum framburði en það er svona þeim greinir aðeins á þarna Páli, Jóhannesi og Birgi svona aðild sína og hvenær þeir koma inn í þetta mál. Já. Ég alltaf fyrir mér hvort við eigum kannski aðeins að fara yfir mennina svona sem séum ekki... Já, ég held að það getur skemmtilegt fyrir hlustendur að heyra. Kannski byrjum að því það er þarna, þeir flytja kókain inn í hvað 3 drömbum? Já, í viðardrömbum. Viðardrömbum. Páll var að flytja inn, hann átti þarna fyrirtæki, hús og harfiður. Já, þannig að það er ekkert óægilegt að hann sé að flytja inn timbur. Alls ekki. Nei. Og hann er semst eini Íslendingur sem er að flytja inn timbur frá Suður-Ameríku, frá Brasilíu, þannig að þegar lögreglan fékk þessa ábendingu þá kom í raun og veru engin annar til greina. Nei. Þannig að þetta var semst gámur bara fullur af timbri, pallaefni og neðst í gámnum voru 90 staurar og 60 staurar innihjöldu þessi myndefni. 60 og 90, já. En jú, það var ég alveg skemmtilegt að fara eins yfir. Segið mér eins frá yfir mennina. Persónum og leikandi. Þú vilt kannski byrja bara. Já, við getum kannski bara að byrja á Páli sem er mönnum finnst mjög áhugaverð og er mjög áhugaverður þáttakandi og svona maður velti fyrir sér hvað fær mann á 70-aldri komin á eftirlaun, fjölskyldu maður með engan sakaferil, hvernig flækist maður í svona á þessum stað í lífinu sko. En hann hefur lýst því að hann hafi bara verið á mjög slæmum tíma mjög erfiðum stað í lífinu. Hann misti son sinn, misti tengdamömmu sína og stjúpsoninn hans var mjög veikur, gekkst undir líffæraskipti og allt svona einhvern veginn, já það var bara mjög lýsti að hann hefði verið komin í andlegt þrótt og bara hafi ekki verið færum að veita mótspyrnu þegar hann var beðinn þetta. En svo vísu skreindi hann líka frá því að þegar hann var búinn að samþykja þetta en þá reyndar taldi hann sko að þetta væru 67 kíló í 6 drömbum, 1 kíló í 6 drömbum. Og hann greindi mitt frá því að það kom hann á tímapunktur þar sem hún langaði að hætta við. Já, snerist hugur. Já, honum snerist hugur og hún langaði hreinlega að bakka út en þá hafi Birgir sagt að það væri bara of seint og það væri bara ekki í boði. En já, Páll hefur lýst því að Birgir hafi komið að máli við hann og beðið hann að flytja þetta inn og hann hafi samþykkt það og í kjölfarið hafi Birgir tjáðanum að öll samskipti þurfti að fara fram í gegnum tengilið, millilið sem er Jóhannes, annar sakborningur. Já, og Jóhannes og Birgir eru vinir til margra ára. Já. Kannski allt í lagi að nefna það. Já, ég held að það sé nú mjög stór partur í þessu og ansi mikil tilviljun að þeir halda því fram að þeir hafi ekkert vitað aðkomi hvers annars bara fyrir seint í ferlinu og þeir hafi bara báðir komið inn í þetta fyrir algjörða tilviljun sem að maður... Þannig að það er enginn að kaupa þá sögu. Það er allavega erfi. Saksóknari vildi ekki gefa mikið fyrir það en svo er 4. maðurinn sem að er líka bara eins og verjandinas orðaða svolítið eiland í raun og veru í þessu. Það er hann Daði Björnsson. Hann er 30 núna og Já, hann er fættur 1992. Já. Hann hafði engin tengslu hinna mennina. Kemur inn í þetta mjög seint. Já. Hann er ekki að koma inn í bara fyrir en daginn fyrir handtöku. Þá er lögreglan í raun og veru fyrst að uppgöta Daða í þessu. Handtökudaginn, já, handtökudaginn. Þá er raun og veru kemst lögreglan að því að Daði sé leikandi í málinu líka. Og en ef við förum yfir Jóhannes aftur, Jóhannes sagði sko sjálfur að það hefði aðili borið sig á tal við hann að taka þátt í þessu máli, að sinna í raun og veru kannski litlu verkefni fyrir sig. Og Jóhannes sagði í skýrslutöku sjálfur frá því að hann hefði verið mjög blankur á þessu tímabili og það hefði ekkert verið neitt launungamál. Hann hefði meðal annars sett bílinn sinn á sölu og þegar þessi aðili kemur til hans að þá er hann boðið 5 milljónir fyrir þáttöku í þessu litla verkefni og sem hann þáði og hann í raun og veru hefur haldið því svolítið fram frá upphafi að hann hafi tekið þetta verkefni að sér og hafi svona viljað vita sem minnst en hann hafi á einhverjum tímapunkti átt að segja á því að það væri einhver ólögleg efni í spilinu en hann hafi í raun og veru aldrei spurt neitt sérstaklega af því að hann vildi í raun og veru ekki vita neitt og fannst það bara þægilegt að því að honum leið ekki vel með sína þáttöku eins og hann orðaði það sjálfur. Þannig að
Ég held að svona hans hlutverk sé nokkuð skýrt og það í raun og veru engin ágreiningur hans hlutverk þarna. Nei, málum. Hann var milliliður og milli Birgis og Páls og Páll hann vantaði peninga til að borga innflutningin á gámnum. Þetta voru mjög mikill kostnaður sem fylgdi þessum innflutningi. Þarna bara það að leysa út þennan fyrri gám, það var 1.000.000 eða 900.000 og alls konar tollar og sendingagjöld og svona og alltaf þegar hann vantaði peninga þá leitaði hann til Jóhannesar sem fór svo til Birgis og fekk peninga og Og hvar fekk Birgir peningana? Það nefnilega stóra spurningin. Já, en Birgir var í sambandi við aðila sem að kalla sig ýmist Nonni eða Harry eða Trökker. Það svona smá misvísandi nöfn á þessu en semst, stóra spurningin í málunni er kannski að þessi Nonni sem að semst, var í samskiptum við Birgi og á einhverjum tímapunkti við Daða, já. Engin veit hver sá aðili er. Það leynimaðurinn sem á standa bak við þetta. Standa bak við þetta eða allavega leikandi í málunu. Það veit í raun og veru engin, sko, sakborningarnir 4 hafa ítrekkað lýst í yfir að þeir hafa ekki hugmyndum hverju skipuleggjendur innflutningsins eru og að þeir í raun og veru þekki enga aðra fyrir utan að Jóhannes náttúrulega veit hver bar sig á tal við sig en hann vildi ekki greina frá nafni í Nei, það er engin af þeim. Það er náttúrulega líka fyrir að Daði veit hver... Já, sem baðan að taka þá. Já. Ég meina líka Daði hitti Nonna, þannig að hann ætti að vita. Nonni gaf Daða fyrirmæli. Þannig að þeir eru, og það er ekkit líklegt að þeir sjálfur hafi átt neina peninga eða geta fjármagnað þetta sjálfur á einhvern hátt. Það er einhver peningaðilega þarna bakvið. Já, en þeir eru allir sakaður peningaþvætti í ákærunni. Eru þeir allir? Já, þeir eru svona ákærðir fyrir innflutning á þessum tæpum 100 kílóum af kókaini, auk peningaþvættis upp á samtals tæplega 63 milljónir króna. Já, takk. Og já, það var nú líka alveg skemmtilegt að hlusta á rannsakendur sem að fjármála grindu sakborninga. Já. Það var mjög áhugavert að heyra. Þeir voru fjármálagreindir líka. Já. Þannig að það var alveg og þetta var ansi svona, þetta var greinilega ansi ítaleg greining sem að lögreglan hér heima fór í og en við kannski komum að því á eftir meðal annars en þessi Nonni er klálega stórt spurningamerki í reikningsdæminu sko. En að því þú spurðir aðan hvort að þeir komið til greina sem fjármögnur aðeinar og svona það er náttúrulega liggur fyrir að það eru fleiri aðilar tengdur þessu máli. Einhver kom efnunum fyrir í gámnum úti og það var ekki þeir voru aldrei á neinum tímapunkti voru þeir í Brasilíu. Þeir náttúrulega það eru fleiri aðilar í þessu máli og lögreglan rannsóknaraðilar eru búin að gefa það og þessi rannsókn er ekkert lokið. Nei. Og þau gáðu líka út að Nonni er einhver einstaklingur sem var bæði stattur hér heima og á einhverjum tímapunkti erlendis. Já, en þau talja hann sé Íslendingur. Já, einmitt. En samskiptin mannana við Nonna fóru fram á ensku væntanlega til að láta lítið út fyrir að hann væri ekki Íslendingur. En þetta er alveg þaulskipulagt frá toppi til táar og þessi hlekkir í þessari langri keðju sem að sakborningarnir vísa ítrekkað í. Rannsakendur segja að þetta sé bara alþekkt í stórum fíkniefnamálum. Þannig að þetta er leiðin sem að höfuðbörnir nota til að aftengja sig og lengja keðjuna. En svo er bara spurning, eins og saksóknarinn sagði í ræðinu sinni í gær, það er alveg ljóst að þeir höfðu mjög afmörkuð hlutverk en þetta voru mjög mikilvægt hlutverk. Það er mikilvægt eins og Páll hlutverk hans var að koma gámnum til Íslands og það er mikilvægt hlutverk þó hann hafi kannski ekki komið að mörgum öðrum þáttum, þá er þetta mikilvægt þáttur. Daði hafði mikilvægt hlutverk að taka móti efnunum, leigja iðnaðarbil og fjarlægja efnin úr trjátrömbunum sem að var endar eiginlega svolítið eins og að horfa á bíómynd þegar hann lýsti því fyrir dómara hvernig hann gerði það af því að þetta voru náttúrulega fjölmargir trjátrömbar og þeir voru ekki merktir og hann sagði í raun og veru að hann hefði fengið fyrirmælum að opna trjátrömbana og þegar hann spurði í raun og veru hvernig hann ætti að gera það að þá
sagði viðkomandi að hann myndi bara finna út úr hann ætti bara grannskoða trjádrumbana og þá myndi hann sjá það sko. Hann var bara að kaupa einhvern kúbein og meidil og hann var... Já, hann keypti ýmis verkfæri og Nonni sagði hann að gera sko. Já, og lagði svo til atlögu í Gjáhellu í Hafnarfirði í þessu leiguhúsnæði sem að hann hafði leigt og hann lýsti því meðal annars sko áður en hann komst að í hvaða drumbar þetta voru sem innihéldu efnin þá reyndi hann að saga eitt trjádrumbin í sundur og sagði að það er ekkert komið út í því og en síðan þegar hann hefði fyrir að grannskoða þetta betur og þá hefði hann séð sko á trjádrumbunum svona viðarplötur sem hefði verið límdar svona þunnar viðarplötur sem hefði verið límdar á trjádrumbana og þeir voru aðeins öðruvísi í útliti heldur en hinnir ef hann grannskoðaði sko. Þetta er alveg svona bíómynda moment sko því að þessum tímabundi hafa þeir allir lýst í að veri komið svona panik í hópin þegar það var ekki gott símasamband þarna í þessari iðnaðarhúsnæði og allir voru að ringja í Daða sko og náðust ekki í hann þarna voru allir farnir að fara ansi mikið á taugum sko og náttúrulega lögreglan var búin að koma fyrir hlerunarbúnaði þarna í Gjáhellu og var að fylgjast með bara öllu í rauntíma ég hefði alveg verið til í það að vera þarna að fluga á vegg sko Þetta var bara svona eins og eitthvað bíómynd sko. Þetta verður örugglega bíómynd, haldið þið? Ég held það. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst að það þurfa einhver að taka það á sig, hvort það verður við eða einhver aðrir. Það er alltaf óhætt að segja sko. Örugglega líka mannlegur harmleikur þannig sko. Já, og eins og Páll lýsti nú bara fyrir skýrslutöku, maður sá á honum að það tók á hann að vera þarna og honum leiði ekki vel og kannski engum af þeim leiði vel sko. Það var einhver aðeins sem maður sagðist hafa verið í neyslu á þessum tíma sjálfur. Já, Daði, sem sagt, hann er ákærður líka fyrir, sem sagt, auk þess að vera ákærður fyrir þennan innflutning og peningaþvættið, þá var hann ákærður fyrir kannabisræktun. Vörslu og sölu og kannabisræktun. Já, þannig að og hann segist sjálfur hafa verið í neyslu á þessum tíma, bæði á kannabis eins og hann benti sjálfur á augljóslega á kannabisefni og svo svona sljófgandi lyfjum tók hann, nefndi sjálfur sko. Þannig að en svo voru en það var einn dagur í skýrslutökunum sem að fjölmörgu vitni komu fyrir dóminn og voru þar sem var að tala um peningaþvættis hluta það voru fjölmargir sem komu og báru vitni það að þau hafi keypt fíkniefni á honum kókaín sem að útskýra þá þessar grunnsamlegu millifærslur hann var ekki í vinnu á þessum tíma og ekki bótum en og þetta voru gríðarlega margar millifærslur frá einstaklingum sem að höfðu komið inn á reikningarnas og hann hafði í raun og veru engar sérstakar skýringar á því hann sagðist bara ekki muna það já þetta verður bara vinir að lána lán frá vinum og kunningjum og en það kom nú ýmsar aðrar skemmtilegar skýringar skils mér að vinir hafi verið að kaupa FIFA points það var reyndar á Birgi sko. Var það á Birgi, já þetta var með lánaði PlayStation 12 og korti tengt við og alls konar við sem sko en það var alls konar skýringar á þessum millifærslum Já, þannig að þetta og eins og saksóknari benti nú á svo sem að fjármálagreindi Pál, Birgi og Jóhannes Nei, Birgir og Jóhannes var ekki saman það var sikkert Svo sem fjármálagreindi á hún nefndi lúxuslífstilin sem að Birgir hefur lifað undanfarin ár en þrátt fyrir að sko í raun og veru útgjöldin hans séu langt undir viðmiðuna mörkum og þá greiði pappans líka ansi ríflega fyrir hann fasteignagjöld og af lánum og hann bjóð rafmagni stóru einbýlishúsi sem að pappans greiti af lánunum hita og rafmagn fasteignagjöldin og allt svona keyrði 14 miljón krónur bíl og bara svona lifði mjög hátt bæði hann og konun hans gerði það og þrátt fyrir að vera bæði í raun undir lágmarks tekjum bara á einhverjum bótum og svona þannig að þetta er svona það var mjög áhugavert að hlusta á konuna, lögreglukonuna sem að fjármálagreindi þetta, hún var að útskýra fyrir okkur útskýra fyrir dómarunum bara svona reyna peninga og óhreina peninga líkti þessu við hvíta málingu hvíta og svarta málingu maður sá þetta alveg myndrænt fyrir sér sko, ef þú blandar saman hreinum tekjum og einhverjum óútskýrin tekjum þá er það bara eins og að hella svartri málingu út í hvíta og endan verður hún grá og getur ekkert greint hvað er hvítamálingin og hvað er svarta það blandast bara saman Svo gerði líf þeirra frekar erfitt allavega svona rannsakarnir sko það var mikið af grári málingu þarna mikið af grári málingu
Hvernig haldið þið að þetta mál, að dómur muni fara í þessu máli? Við vorum einmitt að ræða hérna frammi, sko, saksóknari krefst hámarksrefsingar yfir fjórmenningunum í raun og veru, en lagði það í mat dómara og hámarksrefsing fyrir svona mál eru 12 ár. Já. Og það hefur nú bara einu sinni í sögunni verið hérna fullnýtur hérna refsiraminn og það er einmitt í þessu saltdreifaramáli, þar sem að 2 sakborningar hlutu 12 ár. Já. Þannig að það verður það verður áhugavert að sjá hvort að hérna dómarinn meti svo að hlutverk þeirra þó að kannski hérna það séu fleiri tengdir málinu og að það sé ljóst hvort að hlutverk þeirra vegi í raun og veru það mikið að hann sjáu ástæðu til að nýta þennan refsirama 12 ár. Og svolítið sérstakt líka að þegar það er svona alveg augljóst að það eru fleiri persónulega leikendur þarna og lögreglan segist ekki hafa lokið rannsókn og þeir ætla greinilega að reyna að ná eitthvað lengra í þessari keðju. Það er líka það sem hefur verið gagnrýnt rosalega mikið bara verjendum og sakborningum sjálfum í skýrslutökunni að rannsóknin hafi verið sprengt upp. Já, sprengt upp allt og svona. Svo til dæmis, mér fannst líka mjög sérstakt að það var enginn sem svaraði fyrir það. Ég var alltaf að bíða eftir því að einhver svona yfirmaður rannsóknar kæmi fyrir dóm og myndi svara þessu, bara hver tók ákvörðun og af hverju ráðast í handtökur okkur þessum tímapunkti. Það hefur nú verið eitthvað svona útskýrt svona það hefur verið gefin skýring á þessu en ekki þannig að maður skilji sko. Nei, það var semst þannig að Daði var á leiðinni með hluta efnana 35 kíló í bílnum og þeir vissi ekkert hvert hann var að fara og hérna hann var bara að fara heim til sín og átti semst að hitta einhvern aðila daginn eftir og afhenda efnin en hann stoppar á KFC á leiðinni heim til sín bara til að fá sér að borða og þar hittir hann fyrir einhver algjörða tilviljun bara gamlan félaga sinn sem að færa að hringja hjá honum af því hann er batteríslaus, þetta er bara eitthvað fáránlegt og þessi aðili tengist málun ekkert en lögreglan vissi það ekki þannig að hún taldi að hugsanlega væri þetta einhver aðili sem ætti að taka við efnunum þannig að þá er tekin ákvörðin að ráðast í handtökur og svo þegar hann er handtekinn bara ég átti að hitta hann daginn eftir, ég átti að hitta hann á morgun bara klukkan 11 og afhenda efnin þannig að sáaðileg bara slapp með skrekkin rosalega kvatis eða maður hefur lokkunni sko, af því að líka þetta voru gerfiefni það var ekki hægt að efnin kemist í umferð þetta voru ekki þarna fíknefni þeir hafa bara verið svona rosalega spenntir að ná þeir hafa ekki svarað því þeir hafa ekki svarað almennilega hvað olli því að hérna, þeir ákvaða þessum tímapunkti nákvæmlega nei og maður skilur alveg þú veist, gaggrínina á það í raun og veru, þeir eru að tala hálfan sólarhring í viðbót og þá kannski hefðu fleiri leikendur í þessu máli litið dagsins ljós sko. Já, hugsanlega þessi nonni, hvort það var hann sem átt að taka við efnunum á það að maður veit ekki eða hvort það var einhver annar En svo er líka sérstakt þegar það er einmitt og þessi verið að fara fram á svona langan dóm að sakborningar skuli ekki segja frá hver þessi nonni hafi verið eða svona vilja ekki gefa upp. Er það ekki alþekkt í þessum málum að hérna óttinn og mikill við það? Já, svona allavega er það svona tilfinningin sem að færa að hérna Þú vilt ekki vera með skotmark á bakinu eða sem eftir þú vilt ekki bara sitja 12 ára dóm sko, heldur en að Já, og þú situr líka aldrei í 12 ára hér heima Nei, það er ekki það líka Já, þú veist, þetta virkar ekki alveg svoleiðis þó þú sért dæmdur kannski 12 ár þá hérna, situr nú eitthvað styttra sko. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig dóma þeir fá það voru mjög sannfærandi bæði verjendurnir og saksóknarinn sko, þeir voru vísa í marga fyrir dóma og svona þarna saksóknarinn vísaði mikið í þetta saltdreifaramál sem er náttúrulega fordæmi, þetta fordæmisgefandi það er mörguleiti erfitt að réttlæta að þessir menn fái minni dóm en hérna verjendirnir vísuðu til dæmis í svo kallar skútumál sem kom 2009 papirmáli held ég sé kallað þar sem að hlutverkin voru mjög afmörkuð í því máli og skipuleggjurnir fengu þunga dóma en þessir minni peð fengu 3 ár sem voru bara burðadýr og svona
Hérna er ekkit í þessu máli er ekkit á hreinu hver eru skipuleggjendur í rauninni. Nei, það hefur ekki verið hægt að sýna fram á það alveg með fullri sönnun sko, hver það er og þeir bentu sjálfur á sakborningar auðvitað í réttarsal að engin mikilvægur maður sæti þar inni og þeir væru ekki höfuðpörar. En svo auðvitað veit maður náttúrulega ekkert hvað fólk segir þegar það situr í þessum aðstæðum. Nei. Þeir segjast allir á að haldi að bara mun minna magn var að ræða sko, en svo er það líka, þetta var náttúrulega eins og ég sagði án gríðarlega kostnaður og fyrirhöfn sem að fylgdi þessu og mjög vel skipulagt, þannig að það er svona vekur spurningar hvort að þeir hafi nefnt að standa í þessu fyrir ef þetta átt að vera 5 kíló þá bara liggur við svarar ekki kostnaði sko. En svo var líka mjög áhrifaríkt myndband spilað sem að verjandi hans Jóhannesar spilaði í aðalmeðferðinni í gær, þar sem að var semst myndband úr skýrslutökunum þar sem að honum var tjáð hversu mikið magn var að ræða. Ég held að hann hafi þurft að vera ansi góður leikari til að gera sér upp þessi viðbröð. Hann virtist allavega að koma honum óvart sko. Hann það var 4 mínúta myndband sem að hann bara var í mikilli geðsræringu og grét og þannig að maður spyr sig, dómarinn þarf bara að leggja mat á þetta. Já, það verður hann á ekki auðvelt verk fyrir höndum, það er nokkuð ljóst, enda gögnin í málinu sko telja örugglega 1000 blaðsíðna og skýrslurnar og ég tala nú ekki sko erlendu gögnin, það kom hann einhver brasilísk skýrsla frá brasilískum yfirvöldum, svo voru hollensku tollverðirnir og hollensku saksóknari og hollenskur efnafræðingur semst köllu sem vitni og þetta er alveg gríðarlegt magna af allskins pappirsgögnum og svoleiðis. En er ekki líka, er enginn í haldi í Brasilíu eða þeir hafa ekkert fundið neitt af hinum endanum í rauninni hvaðan þessi sending er að koma ef þeir samt gáttu fylgst með henni svona á leiðinni? Nei, það hefur ekki komið fram. Nei, ekki efnin, það við náttúrulega hvar sendingin kom, það er framleiðandinn Páls sem heitir Brasmer ekki Brasilíu, sendingin kemur þaðan. En hver setti efnin inn í trjáturumbann? Það er óljóst. Það er ekki, Þannig að það er alveg fullt af spurningum sem eru ennþá ósvarað sko í málinu og það verður náttúrulega bara forvitnilegt að fylgjast með. Hvort þetta komi í ljós, Já, einmitt, hvort þetta komi í ljós síðan meir eða hvað. En það hefur, verið alveg ævintýrlegt að sitja þarna og hlusta á skýrslutökurnar og eins og þetta með hólurnar í Laugardalnum. Þegar að Daði fer, hann er sendur í, 8 ára sendur í Heiðmörk til þess að grafa hólur. Og hann sagði að það væri alveg ómögulegt, þannig að hann fyrir Laugardalinn til þess að kanna aðstæður fyrir mögulegar hólur og þetta er, Átt hann þá að skilja efnin eftir í hólunum eða? Já, koma efnin fyrir kælaði. Þannig að hann myndi ekki sjá þann sem myndi sækja þau eða? Já, það er ómögulegt að segja. Hvort þetta átti að vera bara til að geyma þau eða hvað, það kom ekki aldrei fram hver raunverulegur tilgangur væri en... Nei, en þetta er, voru ýmsir áhugaverðir punktar sem að komið þarna fram og verður áhugavert að fylgjast með. Það verður líka bara áhugavert að vita hvort þeir fái allir sama dómin. Hvenær á að fella dóm í málinu? Dómarinn hefur 4 vikur. Já, hann hefur 4 vikur núna. Þetta verður forvitnilegt. Já, heldur betur. Herru, ég þakka ykkur alveg kærlega fyrir að koma og segja mér aðeins frá þessu. Nú, ég held að maður sé heilmiklu nær núna og hlustendur vonandi líka. Takk fyrir að fá okkur. Já, takk fyrir báði. Ef það verður framhaldað þessu máli, ef að lögreglan heldur áfram og finnur eitthvað meira og þið haldið áfram að fylgjast með það og fæ ykkur aftur hérna. Ekkert mál. Herru, takk fyrir þetta. Og Gunnar Smári ætlar að fara núna að tala með hann Gunnar Magnús Helgason Bandaríki Bidens.
Já, við ætlum að fara til Bandaríkjanna og eins og oft áður, þá lóðsokkar, Magnús Helgason. Þetta er velkomin. Takk. Það eiginlega, ekki kostningabaráttan, eða svona prófkjörsbaráttan fyrir kostningarnar 2024 byrjuð? Jú, mikil ósköp. Þar meiri spenna hjá republikurum að því að Biden, ef hann lifir það af, að þá hann frambjóðandinn, eða ekki? Jú, það náttúrulega, ég held það sé nú ekki, hann sé ekki búin að gefa upp með það definitíft hvort það fari, ætli. En ég held að menn gerum það frekar ráð fyrir því en hitt og það engin raunveruleg umræðu neitt annan frambjóðandi demókrata megin. En náttúrulega ef hann myndi ekki fara, það kæmi auðvitað myndi þá verða aðal það fyrir allt upp í loft og það ekkert gefið að varaforsetin nái framboð, það gerist ekkert oft. Nei, og Kamala Harris ekkert sérstaklega vinsæl og hún hefur ekkert gert til þess að veitja sér athygli eða skapa sér neina sérstöðu og ég meina, það kemur mjög á óvart ef hún myndi verða forseti Bandaríkjanna en maður getur svona aldrei sagt aldrei það hvað og bæti fyrir fram nema það bara komi eitthvað fyrir hann. Ég held það, já. Og demókrata vilja ef það hægt að bjóða Biden fram, þá vilja demókrata bjóða hann fram. Já, og ég held að við hafi engin áhuga á Kamala Harris í þetta embætti, nema einhver mjög lítill hópur, þannig að hún ekki raunverulegur kandidat. En republikanum náttúrulega auðvitað meiri spenna og þannig að það náttúrulega einn frambjóðandi og það Donald Trump. Og ég held að í janúar fyrir 2 árum og þá hefur margir verið búin að afskrifa hann sem frambjóðandi þetta hlitin bara vera búið og margir republikanar þá voru búin að afskrifa það líka sem ástæði fyrir þeir voru tilbúinir til þess að sverja hann eitthvað af sér var það að þeir gerðu bara ráð fyrir því að hann væri búinn og farinn og þeir verið lausir við hann en það svo aldeilis ekki og í sjálfu sér þá velt manni fyrir sér af hverju nokkrum manni datta í huga á sínum tíma því að Trump það svona hann gefst ekki upp og ef það eitthvað sem svona driving force hjá hann þá það að ná fram hefndum og hann var aldeilis komið með eitthvað sem hann þyrfti að ná fram hefndum fyrir sem var það að hann tapaði kosningum sem hann taldi sig það var reyndur kosningu sigri, segir hann þannig að það ekki nóg að hans vilji hefnd að hann þarf að geta róið inn á okkur mið hverjir falla fyrir þessu boðskap Trump? Já, þannig að það alltaf aldrei flókið, það tvíþætt held ég. Annars vegar það að republikanaflokkurinn núna í áratugi búin að vera að boða það með kjósenda sinna að hægrið eða hægri menn, íhaldsmenn séu einhvers konar fórnarlömb í samfélagi nútímans. Það sé einhvern veginn verið að það sé rænað á samfélaginu sem að var gott og menga það. Spillaði og í kjarnan þá snerust öll menningarstríðin aldrei mikið það. En þessi partur af þessum svikum eða þessu ráni sem menningarlega tap einhvern veginn íhaldsmanna. Það einhliðin af þessu, það búið að vera præmað á því í áratugi. En hinn parturinn það þessi tilfinning fyrir að þessi einhver svona dýpra óréttlæti í samfélaginu. Og það eitthvað sem ég held ég meira áberandi og hefur meira áberandi síðan 2016 að Trump hefur svolítið svona dregið fram í dagsljósið. En þetta ekki bara birtingamyndin af tilfinningu sem að verkalýðsstéttin, millistéttin hefur fyrir því að hún hafi það ekki eins gott og áður var? Já, og það þessi það sem er áhört í þessu þetta, að innan Republikanaflokksins hefur sögulega, þá hefur ekki verið átökin hafa ekki snúist það að ná meiri hluta einhvern veginn meðal verkalýðs versus millistéttar kjósenda meðan það hefur verið þannig dýnum innan demókrataflokksins. Innan demókrataflokksins hefur hafa stétt bundin bandalög verið mikilvægari innan repúblikanaflokksins. Það sem það hefur verið þessum línundar sem hafa skilið frambjóðendur af hafa verið staðir í
svona menningarstríðismálum 2016 með Trump að hann sigrar með því að sameina raunverulega og ná svona afgerandi forskoti meðal verkalýðsins. Það er repúblikana sem eru ekki með háskólapróf og það er í bandarískum stjórnmálum nota sem svona í rauninu svona proxy á það hver stéttastæða mann er og ekkert að hún er mjög ófullkomin og það verið bent á það mikið að þessum kjósundum Trump sem er ekki með háskólapróf eru með háar tekjur en þeir falla einhvað síður sem þetta er þá kannski iðnaðarmennin eða eitthvað eða er á þessari línu háskólapróf eða ekki. Það er ekki hópar sem að hafa... Skipti fólki vel í millistjætt og verkalýðstjætt og Trump var með þessa verkalýðsfylgið sínmegin. En er þetta ekki hópar sem að hafa, er hægt að benda á bara með konunum að búi svona við hrörnandi efnaðslega stöðu? Já og það er það sem Trump... Bernie Sanders ávarpaði þetta sama fólk. Ja, akkurát og það er það sem Trump gerði það að hann er rödd þeirra sem telja sig og sem upplegaðast þannig að þeir búi ekki eingöngu í samfélag þessum menningunni hefur einhvern veginn verið rænt frá einhvern siðferðilegum gildum hefur einhvern veginn svekin einhver kristin fjölskyldugildi heldur að það sé samfélagsleg efnahagsleg og raunverulega félagsleg hnignun í kringum þá og það er materiál raunveruleiki og það er eitt af undirliggjandi vandamálum bandaríkjasamfélags er það að það eru stórir hlutar það sem er efnahagsleg, samfélagsleg alvarleg hnignun og það fólk sem býr í þessum börtum bandaríkjana upplifir hana sem mjög akút og upplifir þetta sem samfélagslegt mein sem þurfi einhvern veginn og það er tilkomið vegna einhvers konar svika sem hafa átt sér stað og þessi svik eru ekki einhver woke mind virus eins og DeSantis talar heldur eru þau það snýst Alþjóðavæðingin stór fyrirtæki sem hafa flutt í burt störf Wall Street að svíkja Main Street og Trump hefur getað komið orðum að þessum og er hann eini repúblikani sem ávarpar þetta? Hann er það, já og þá hann var svo eini sem raunverulega gerði það 2016 og þannig vinnur hann 2016 og hann mun vinna þannig núna líka ef hann nema það gerist eitthvað. Það er svo prófkjörsvarðuna. Já, og það, inn í þessu hefur hann á innbakað cirka bara 30% af repúblikunum segjast myndu kjósan, jafnvel þótt hann færi fram sem frambjóðandi þriðja flokks. Þannig að þeir styðja hann frekar en flokkin. Þannig að hann á þannig innbaka þriðjung flokksmanna og hann þarf ekki meiri hluta flokksmann sem vinna prófkjörið. Hann þarf eingöngu að vera sem tryggja það sem engin annar með meiri hluta og mótframbjóðandurnir eru tvístræðir. Og það er... Hverju eru þeir? Já, DeSantis náttúrulega stærstu þar og svo er þetta menni eins og Mike Pence og frekar óspennandi, litlausir karakter, Nikki Haley sem munu falla bara fljótlega. Já, fólk sem hefur einhverju CV línur eins og hafa verið varaforseti eða sendiherra eða eitthvað svona mjög vera að sækja vinnu einhver staðar en svo vinna sem henn er að sækja þarna sem er að leiða þessa skrýtnu hreyfingu sem republikanflokkurinn þá er það ekkert endilega neitt sem kjósendurnir vilja ekki gleyma því að grassroot þessa sama flokks var 7. janúar 2002 árum hvað gargandi að það ætti að hengja Mike Pence þannig að ég sé ekki alveg að þeir sé að fara stiði hann sem frambjóðandaflokksins og hann á ekki mikið af stuðningi hjá þeim og þarna meðal þessar millistjættar republikana að þar ertu með fjöldan allan af frambjóðandum og DeSantis er sá sem hefur forskotið en það á honum takist að samina alla þessa stundum við talaðum að þessi a wine track og a beer track í Bandaríkjunum það er verkalýðis kjósendurnir sem kjósa bjór og hinir sem vilji rauðinsglas eða hvítvin, ég veit ekki hvað það er sem leftir í hvort þeir kallar hvernig þessi einfalda mynd þarna að það er þessi hvítvins og rauðvins gengið að þar sérstu með einhverja 16 frambjóðendur meðan hinum menn sé bara einn og ég þetta er sem gerðist 2016 þeir voru þarna Marco Rubio og Jeb Bush og Ted Cruz og misjaflega óspennandi frambjóðendur engum þeirra tókst að sameina flokkina baki sér og meðan bara sildi Trump til sigur, svo hann mun gera það sama núna manna og hvað hinni voru sundraðir já, og svo getur hann svo bara rífur hann þá sundru saman í háðu og spotti og það mun gera það saman við DeSantis sem er eina af svona skemmtilegri fréttum senustu vikna er þetta að Trump sé búin að vera
testa út sko ný uppnefni fyrir DeSantis og hann var sko framan var hann með Ron DeSanctimonious sem ég veist nokkuð gott sko það er svona sniðugt sko og einhver önnur sem hann hefur vist verið að prófa Meatball Ron C1 og það er vegna þess að Ron DeSantis er svona kannski, ég veit ekki hvað þetta er einhver skot á vaxtalagans, en hann er komið annað sem er ennþá betur sem er Tiny D, sem líka er skot á vaxtar það að DeSantis er já, og það er þessi sannlegs kjarni sem er sko sá að DeSantis er lágvaxinn og til þess að bæta upp fyrir það þá er hann alltaf á hælum svona mjög hæla háum kúrekastíflum og þetta er það fyrir ekki vel í Bandaríkjamenn já, sko, ef þú dregur athygli að því það ætti alveg, menn ætti alveg að geta komist upp með það, sko, en ef einhver dregur óspart athygli að því og fer að gera úr því einhvers konar aðalatrið eins og Trump er líklegur til þess að gera en þá getur það alveg sko, alltaf veikleikar er ekki veikleikar en einhver dragi athygli að því og Trump hefur mjög gott sko næmt auga á svona skaut þessa sem að þú nefndir áðan eiginlega hvernig að fættur öðrum niður með nákvæmlega svona nákvæmlega þessum sama hætti gera grína karlmennsku þeirra eða sem sagt sko því að já en þú sagðir áðan að Trump ætti svona þriðjunginn af grasrótinni og svo nefndur þarna hvernig hún var fyrir 2 árum Er það sanngjarnt að segja að það hafi verið fulltrúar 1/3 af mögulegum kjósendum Repúblikaflokksins sem hafi gert árás á þinghúsið? Fulltrúar 1/3. Fulltrúar 1/3. Já, fulltrúar. Að þetta sé svona mynd af 1/3 af þessum hópi? Eða er þetta eitthvað svona brot úr honum sem að er svo öfgafullur? Eða er þetta hópurinn sem að er sannfærður að hafi verið kosningasvindl, Trump hafi verið rændur kostningunum og það sé hluti af einhverju samsari gegn þessum hópi sem er sömur ástæða fyrir því að efnaðslegir styrkleiki hópsins fyrir niður og þar fram til gotunum. Er þetta þannig? Sko nú ég hef ekki séð neinar sko þannig rannsóknir á samsetningu þeirra sem voru 7. janúar og það er mjög áhugavert að sjá hvernig það af hverju fólk var og það er náttúrulega eitthvað sko í öllum svona mótmæla atburðum og einhvers konar uppþótum, uppreisnum, byltingartilraunum að þá er fólk mætt á staðinn af ýmsum hvötum og við sjáum þetta bara á Íslandi í búsaldabyltinguna að það er ekki allir komnir til þess að mótmæla nákvæmlega því sama og menn hafa mjög ólíkar hugmyndur hvað þeir vilja sjá gerast en þeir eru allir saminar í því að upplifa að það sé einhvers konar gríðarlega mikilvægt óréttlæti sem átt sér stað og þeir eru allir sammála hvert er eiga að fara til þess að mótmæla þessu óréttlæti og þannig að sko, en það sem er kannski stóra atriði er það að síðan verða þessir atburðir að einhvers konar sko, hvað getur maður sagt þeir verða að symbóli fyrir eitthvað ákveðið og 7. janúar hefur orðið að þess átt að symbóli fyrir núna stóran hluta af repúblikum og já, sennilega þessa 30% always Trumpers sem myndi kjósa Trump sama hvað að þeir kjósendur eru líta þá núna svo á að þessi atburður sé þarna hafi fólk verið í þeirra umboði og það er sko... Það er ekki þannig að þessi atburður hafi svona versnaði með sögunni og fólk afnýttunum heldur er að bara haldið frekar á hinvegin sko, og það er svolítið áhugavert sko því að framan að þá leita út frekar út eins og það væri sko að stefna verið frekar í það að fólk væri að vakna upp eða sjá 7. janúar sem þann alvarlega atburð sem hann var að þá er frekar sko á repúblikanum megin að það sé sko vaxandi tilhneiging til þess að líta svo á að þetta hafi verið sanngjörn eðlileg mótmæli ekki einhvers konar byltingartilraun eða uppþótt heldur sko eðlileg mótmæli Ron DeSantis hann í kosningunum að þegar hann vann góðan sigur sem fylkisstjóri að þá sá maður svona ánægju með það að þarna væri kannski komin einhver sem að gæti sko, jáfnvel stækkaði með einhverju velgengni og þannig að gert möguleika Trump litla. Það hefur ekki alveg orðið. Sko
Það er bara fáir sem að voru með þessa von fyrir áreinir. Ég held að sko, svo sem sko, DeSantis er ekki búin að lýsa yfir frambóði, en hann er búin að sko, hann er að gera allt sem frambjóðandi væri að gera. Hann er að gefa út sem sagt, bók sína fyrir Ameríku og sem er mjög áhugavert sem sagt, eins og í þeirri bóka hann nefnir ekki einu orði sem sagt, mótmælis uppdótið árásin á þinghúsið. Ekki með neinu, bara ekkert sko. Og repúblikanar hafa haft sko, viljað sneiða sko, hjá þessu allir raunverulega nema Trump og fyrir hann og hans kjósendur er þetta mikilvægt defining moment. En hinn með ekki andmælis heldur, er það þannig? Að þú vilt ekki styðja þetta en þú veist jáfnframt að þú mátt ekki andmælis því að þá færðu... Helst bara ekkert vera að tala þetta. Þetta er allt saman erfitt og flókið og vandræðalegt mál og bara komast reyð. Og það hefur verið sko ósk flokksins síðan 2020 er það að reyna að move on, einhvern veginn að reyna að komast en Trump vill ekkert leyfa það. Hann er ennþá á svæðinu og partí er ekkert búið fyrir hann segir að þessi búið. Og en sko það er búin að vera náttúrulega síðan 2015 hefur verið þessi leit að einhverjum öðrum og menn hafa bundið vonir við mismundi karakter á mismundi tímundum og núna seinast er það DeSantis og maður sér það semst á Fox sem fókusir á DeSantis og hann er á öllum stundum og það er í öllum þáttum og allir þáttastjórnendur og allstaðar og Fox er líka að hæpa upp svona, þau menningarstríðismál sem DeSantis er að reyna að gera sér einhvern mat úr og þetta sem sagt hans sko innlegg í kosningabaráttuna virðist núna að vera sko, hann ætli sér einhvern veginn að berjast við einhvern woke mind virus. Það er einhver heila sko vírus sem gerir fólk woke og sem heldur við að frjálslyndi hugsun. Já, og sko hvort að það dugar honum, það er ekki líklegt. Mér finnst það ekki sérstaklega sko líklegt að það eitt og sér. Og þeir voru samerjar hann og Trump. Hver er munur á þeim? Það er erfitt fyrir okkur hérna upp á Íslandi að okkur finnst þetta að vera oft svo líkt. Hver er munurinn? Ef þú ættir að útskýra það fyrir mér. Já, sko, hver er munurinn? Ég þendur bara mikilvægasti munurinn kannski, það sem skiptir máli, held ég, er það að að DeSantis sé sko að flestu öðru leiti sko klassískari repúblikani kannski en Trump. Og eitt gott dæmi það er sko eitt af svona langtíma markmiðum repúblikaflokksins hefur verið að sko skera niður eða koma einhvers konar böndum á og draga í land með almannatryggingar, Social Security og Medicare og Medicaid, Social Security. Og því að þetta eru mjög vinsæl, sko almannatryggingarnar eru mjög vinsælar og sérstaklega meðal eldri kjósenda og stórs hluta af kjósendum repúblikana, þá hefur þetta verið erfitt fyrir þá að leggja til atlögu við svona og þetta er mikilvægast að stóð bandaríska velferðarkerfisins að því marki sem það er til eru þessi prógram. Og DeSantis hefur verið opnari fyrir sko niðurskurði og einhvers konar endurskipulagningu sem þau draga úr umfangi bóta. Trump hefur hins vegar séð og skilur að það er eitthvað sem er þú tapar bara atkvæðum á því. Og þannig að ég hugsa sko það eru í kjarnin hjá sko stóri munurinn held ég sé kannski sko sá að Trump skilur að það er það er material raunveruleiki sem skiptir máli. Og sá material raunveruleiki í honum búa fleiri en bara stórfyrirtæki. Þar býr líka fólk. Meðan að fyrir sko svona þá tegund af repúblikunum sem hafa verið ríkjandi allt síðan raunverulega sko á 10. áratugnum með Gingrich og að það er sem sagt svona sko sú sín að það sé sko það er þessi menningarstríðis veruleiki og þar býr fólkið. Og svo skilur þegar kemur svona materiál sko grundvallar spurningum að þá er það spurningum skattalækkanir og að lækka sem sagt sko byrði eftirlits og skattlagningar á stórfyrirtækin sem búa í raunheimum. Gæti að vera þannig að þeir hugsa sér svo að við bjóðum fólki upp á menningarstríðið, þannig fáum við atkvæði tekjulægri
En við getum aldrei farið í því að bjóða upp á einhverja valkosti gagvart sko hörnandi efnarslegri stöður því það er demokrataverk. Já, en Trump er svona eins og hérna nýja hægrið í Evrópu sem að við vill alltaf gæta að almannatryggingakerfinu fyrir okkar fólk en ekki innflytjendur. Já, það bara sko skilur það að fólk það vill og þarf að standa vörð sem sagt velferðarkerfið. Sjáðu svíþjóðardemókratar eru sko, þeir ætla að standa vörðum fólkjæmmet. Það er ekki sósíaldemókratarnir eru sko, hættir að gera það, þannig að nú eru við komnir sem hinn er raunverulegu verndendur velferðarkerfisins og Trump er sko að standa vörðum eitthvað skonar amerískan draum og sá draumur á sér eitthvað skonar efnahagslegar undirstöður og hann vísar í eitthvað efnahagslegan raunveruleika fólks meðan að ameríski draumurinn sem teikist var á í menningarstríðunum var alltaf einhvers konar draumur einhvert horfið fjölskylduminstur og þar sem sko samkynhneigðir héldu sig í skápnum og það allt var svona passað upp og það væri undir sko það var falið frá það sem var að Trump er þó skárri pólitískur hugsuður heldur hinnir. Sko að því leyti já. Og það er ástæðan fyrir því að hann sigraði 2016 já. En sko þó ég segi allt þetta ég meina nú sko ég er nokkuð viss að nema það gerist eitthvað mjög magnað það þarf að vera eitthvað mjög magnað það hafa sem seinust ár kent okkur það er alveg saman hvað kemur Trump getur sko hann dustar það af sér þá þarf það eitthvað mjög rosalegt sko þannig ég held að hann vinni sko, geti öllum líkinu vinna prófkjör flokksins ekki nema bara hann sko drepist eða verið dæmdur í fangelsi eða eitthvað sko virðulega drastist getur stöðvað það en það hann geti síðan unnið kosningarnar það finnst mér ólíklegt ekki það að ég sagði það líka 2016 og þá var leit út fyrir að það var nætti sko mjög lítinn sinns og þegar Nate Silver gaf hann 30% líkur á því að vinna kosningarnar 2016 og hann síðan siglir til sigur nokkuð örugglega og það bara augljóst mjög snemma nóttina að þá er það eins og þrjum úr heiðskýru lofti sko þannig að hann en ég held sko að hann hafði svo margt með sér þá sem hann hefur ekki núna og það er til dæmis eitt sko það að innan eins og innan Repúblikaflokksins að þá var hann með sko einhver hvernig var það sko 48% einhvers það er hann bílunum réttum 50% allra sko sem voru ekki með háskólapróf en meðal þeirri sem voru með háskólapróf var hann með einhver 35% sko þannig að það var mun fylgja eins og mjög ójæmt eftir stéttastöðu sko meðal kjósenda Repúblikana. Núna að þá hefur hann svipað fylgi meðal sko verkalýðs þeirra sem er ekki með háskólapróf en fylgi hans meðal þeirra sem eru með háskólapróf hefur hins vegar fallið mjög drastist þannig að spurning hvort hann geti byggt einu sinni upp aftur þá breiðfylkingur sem hann hafði 2016 er ekki mér finnst það ekki vera endilega líka sko. Það fyrir náttúrulega eftir í hvernig prófkjörsbaráttan þróast það er náttúrulega stór hluti eldir þann sem er að vinna, að koma Já, og Fox News þegar þeir séu núna stiði hitti Santis og jafnvel að þessi Dominion Þeir komu nú sent til hans 2016 Akkurat og þeir munu fylgja sér að bækjunum vegna sko, það sem þeir hafa áhuga á endanum eru bara áhorfendutölur og þeir er ljóst skilur að áhorfendur þeirra vilja fá að horfa á þáttastjórnundur lofsama Trump þá munu þeir gera það. Það var ekki íhaldsráðstöfnan Síbak fyrir er hún búin? Það sem að hefur nú oft verið sagt að það ekki að sé eiginlega valinn frambjóðandinn. Það var núna bara seinustu viku það er bara akkurat nú í vika síðan. Og það var samkoma Trump eða hvað? Jú, og sko þetta er náttúrulega sem sagt þessar Síbak ráðstöfnur eru svona grasrótar samkomur og hafa verið ægilega mikilvægur og það er svona upp á alls konar spektakul sem er á þeim sko svona það er mikið svona efni í vídeo og fréttamyndir og þetta er svona uppákoma sko og svona Comic-Con fyrir íhaldsmenn þar sem menn klæðis upp í búninga og Hlutmenn frá Evrópu, það er Orban ávarpað einu svona Meloni í fyrra en sko þessi ráðstefna var frekar illa sótt og fundarsalir hálftómir, illa fylltir og mikið auðum sætum þannig að sko það er ekki eins mikil svona eftirspurnin meðal þessar grasrótar var ekki eins meiri kannski og oft áður en þarna var Trump og Trump átti þetta en salur var bara helmingi minni
Já, sko, ég veit ekki hvort það sagði hjá honum endilega var svo miklu minni en svona heilt yfir, já. Þetta var ekki eins svona mikil sko sigur ráðstöfna og þetta var kannski fyrir 4 ára fyrir hann. Nei, og sko, en hann kemur þetta fram og setur fram mjög sko áhugaverða hluti, til dæmis eins og svona afhjúparnanda nýtt sko svona kosningaslagur getur við sagt, menn hann ekki bara, ég ekki bara rödd ykkar, heldur ég hefnd ykkar, I am your retribution. Þau ykkar sem upplifir sig að þið hefur verið einhvern veginn wronged af því sem hefur gerst, það sem samfélagið einhvern veginn brotið á okkur, ég er hefnd ykkar. Og þannig að sko, ég sko fyrsta ég er að fletta upp í hausnum sko, hvort ég muni eftir einhverju svipuðu slagorði í kosningum nokkurs það sko. Þetta er náttúrulega, þetta er eins og 3. útgáfan af B-hryllingsmynd. Þetta er svolítið sko, já. Og þannig að sko kosningaslagur næsti verður, þetta verður sennilega sá sko svartasti sem hann hefur farið í sko. Þannig að það er eins og ekki verið fréttir þarna, þetta var alveg þessi, en það sem sko ástæðin fyrir því að hún kannski er minni og ástæðin fyrir það líka þetta sko, það voru mun færri forsetaframbjóðendur þarna en seinast og raunverulega svo eini sem skipti máli var bara Trump, hvort hann ekki heili ávarpaðar ástæðinu líka, en flest allir aðrir voru á samkomu sem Club for Growth skipulaði á sama tíma sem var svona fjáröflunar upp á koma. Og hvað svona samkomið það? Já, það er svona klassískari svona Bush frjálshyggju sko samkoma business friendly og ástæðin fyrir því að þeir eru allir hinir þar er svo að þeir eru ennþá að sko keppa innbyrðis það hver þeirra eigi að vera fulltrúi flokkseigandafélagsins og þess vegna eru þeir og þeir þurfa ennþá á peningunum að halda. Trump þarf ekki á peningum stórfyrirtækjum að halda vegna þess að hann getur sjálfur safnað þessum peningum frá sínum frá grassrútinni og hann þarf ekki að vera þarna hefur ekki engan áhuga á því vegna þess að hann hefur ekkert að sækja þarna. Hinir hins vegar, þeir þurfa á peningunum að halda þeir þurfa að fá tilnefningu eða útnefningu, þú verður við getum allir saminast þig því þeir eru allir að keppa það sama hlutur, það er hver þeirra leiði þessa sko millistjættar armflokksins frekar en þennan verkefliðsarm. En er ekki þá líklegt að sé mikill þrýstingur á það að finna einhvern sem fyrst sem að yrði megin frambjóðandi gegn Trump til þess að koma kannski vekk fyrir það að hann sigli í gegnum og þeir hafa, það er þetta sem Fox er búin að veðja á og Fox hefur gríðarlega áhrif en það þarf sko aftur með þetta, það er stótt að Fox hafi mikil áhrif að þá stjórna þeir og ráða þeir ekki sko einir hver orðræðin er. En áhorfendur Fox eru margir Trump-istar. Þannig að það er eitthvað takmörk fyrir hvað Fox getur gert gegn Trump, eða ekki? Það verður alltaf ekki bara að missa business. Jú, auðvitað. Og ég menn það kom í ljós í þessum sem er eitt af svona sko áhugaverða og mikilvægari uppákom í bandarískum stjórnmálum seinustu ár er málshöfðun Dominion Voting Systems sem fór í mál við meðal annars Fox News en síðan Mike Lindell og Sidney Powell og marga þessum sko aðstofamönnum Trumps í tilraunum hans til þess að snúa við niðurstöðum kosningarna 2020. Það sem Dominion ákærði fyrir meiðyrði. Sem eru framleiðendur af kosningavélunum sem að þeir heldur fram að hefðu verið svindlmaskinur eða ekki? Já, og það hefur alltaf verið prógrameraðar af draugi Hugo Chavez. Og í þessum málsveinum hafa verið birtar textaskilabóð milli þáttastjórnenda Fox og Rupert Murdoch hefur borið vitni undir það sem kemur fram að eftir að Trump tapar kosningunum og það eru allir þessi sko trúðalest sem honum fylgdi með Rudy Giuliani og Sidney Powell í broddi fylkinga og Mike Lindell og allt þetta fólk með samsæriskenningar sem voru hvor annari vittlausari og þessir þáttastjórnendur sína milli segja og viðurkenna að þetta er allt saman bara vittleysa og ekki fót sko meikar engan sens. Það er fyrirlita Trump. Já. Trump hafi ekkert engu skilað og þetta sé allt saman bara þetta sko þau sjá að keisarinn er bara sæðar en ekki fyrir frá myndavélarnar
vegna þess að þau vita áhorfendurnir vilja ekki sjá það og þannig að Tucker Carlson og Robert Murdoch eru báðir þess að þeir hafa áhyggjur af jafnvel þegar þeir sjálf sko segja og sjá að Trump er disaster að það alvarlegra að hlutabréfaverðið lækki og það það sem skiptir máli. Þetta hljóma nú eins og lýsing á bara einhverju bremsulösu bíl sem að keyra bara á einhvern vegg sko. Það er svolítið vitleysan heldur bara áfram. Það náttúrulega það sem hefur gerst sko, þegar þú ert búin að mata sko, stórun hluta kjósendahópsins á sko, ranghugmyndum það að það sé búið að ræna samfélaginu af einhverju elítu sem sé að grafa undan menningunni til þess að draga athygliðina frá því sko, sem að það sé hindum raunverulegu sko, ránum sem eiga sér stað og eyðileggingu sem eiga sér stað sem á sko, efnahagslegri undirstöðu sko, daglegs lífs fólks sko, þegar vandamál þeir þurfum að gaslýsa samfélagið á það hvað séu vandamál samfélagsins og dagsins í áratugi. Þeir eru búin að sko mata þau á endalausu dæget af sko outrage og reiði og endar þetta eins og þau endar sko. Og það er ekki hægt að snúa við. Og það er kannski sem merkilegt að sko að Trump verður til gegn vilja svona flokkseiganda félagsins, við getum kallað það, gegn vilja raunverulega þeirra sem hafa stýrt flokknum þangað til, raunverulega gegn vilja þeirra sem að stýra Fox, en einhvern veginn endar það með því að öll þessi fyrirbrigði dæmast til þess að þjóna hann. Já, því eins og hann hefur sko sjálfur margótt sagt, sko, hann skapar áhorfendur, hann skilur það. Það var út af það gekk frambúðið 2016 var það að hann vildi sér sína fram á það að hann væri sem sagt já, fólk vildi hann, sjá hann og heyra í honum og þetta var allt sem bara eitt stór raunveruleika þáttur og það er það sem hefur komið á daginn. Já, en sko samt eins og ég segi að þú ert með þarna, annars eru sem sagt, hann samt líka, hann hefur fundið sko, og að tala inn í eða tala til raunverulegra vandamála þótt að hann sé ekki með neina lausnir á þeim þá hann að koma auga á og benda á og gefa því einhvers konar rödd og það er það sem fólk sko vantar en það sem hefur síðan bara gerst það sem sko vandamál bandarískra stjórnmála bara það að þau hafa það er óeðlilega mikið af sko hreinum lukkuriturum og vitleysingum sem þar hafa risið til sko aðeins með og Trump er allir gott dæmi sko en það eru mörg önnur miklu verri og ég meina það allra sko fáránlegasta þessi George Santos sem þingmaður fyrir New York sem sko Republikanir líka já og sko það bara ég held að það hafi ekki eitt stakt orð komið upp úr hann sem ekki sko einhvers konar lygi ég meina, hann allt sem hann hefur sagt eigin sko bakgrunn og hvenær mamma hans deyr og úr hverju og hverja sko, hvaðan fjölskyldan komi og hvaða menntun hann með allt lygar og þetta en svona menn geta risið til einhvern veginn sko og það vegna þess að bara ég meina, ef þetta væri pólitískt ef flokkurinn virkaði þetta væri fungerandi hægri flokkur eða íhaldsflokkur eða frjálshyggju eða eitthvað að þá væri hann ekki yfir fullur af lukkurritun en þaðan það bendir bara til þess að hann bara ekki fully functional. Það er nú sagt Republikaflokkin að hann sé eiginlega stefnulaus, hann sé ekki neitt nema bara einhverja svona menn sem að reyna að komast til valda. Að það er erfitt að segja sko fyrir hvað stendur Republikaflokkurinn. Hvernig er framtíðar sín Republikaflokksins? Getur þú svarað þessu? Já, það bara, ég ánum svolítið það er erfitt að segja, það er ekki skýrt núna í hvað átt hann að fara. Og það sá flokkur sem við þekkjum sem er Republikaflokkin allt síðan sko bara einhver tíma kringum 1970 þar sem sko einn af sko stóru burðarásum flokksins eru nýíhaldsmennirnir og ég menn þeir eru farnir og Liz Cheney sko svo seinasta og það sko þar með farin úr sko einn af sko þessum mikilvægustu svona tjald sko hvað getum við sagt stögum hinn stóra tjalds Ronald Reagan
er farið og hvað þetta stóra tjald repúblikaflokksins er svolítið erfitt átt að segja á og þetta virðist núna vera einhvers konar svona traveling circus það sem Trump er eða samansafnað einhvern traveling circus ég áttum ekkert almennilega á því sko, í það minnsta þá er þetta sko er hann ekki það er svolítið erfitt að hvert hann er að fara hvað hann mun verða. Það verður náttúrulega bara það sem að flokksfólk kýs sem næsta frambjóða. Já, og þá kjarnin í því sko, er einhvers konar, reiðin er gríðarlega. Já, þú það segja að það verður líklega Trump, þannig að republikaflokkurinn er Trump. Já. Alveg þótt að vilja það ekki, þá er hann það samt. Það mun verða það. Já, núna næstu kannski 2-3 árin og ef Trump tapar 2024 sem hann sennilega mun gera, þá er spurning geta þeir þá fundið eitthvað nýtt eða verður það þá bara skilur Don Jr. Guð maður veit okay. Sko, hvert er að fara. Biden var að leggja til skattahækkanir í dag eða var ekki í dag eða ger? Við vorum í dag. Já, þannig að skattleggja auð og fyrirtæki stoppi við gatið þetta er þetta tillögur eða er þetta hluti af hans kosningabaratu? Já, sko þetta er þótt að þessi skattahækkanir allar séu svona pappírónum lúkar þetta mjög flott og náttúrulega er að þá er þetta ekki mjög sko byltingarkennt í raun og veru þá er hann bara að leggja til að sko rúlla tilbaka skattalækkunum Trump þannig að það er ekki eins og þessi verið að fara með sko skattprósentur aftur tilbaka til sko ársins 1960 eða eitthvað heldur bara nokkur ára aftur í tíma til þess að sko vinda ofan af seinasta áhlaupi republikana á ríkisfjárlögin og til þess með því að sko vinda ofan af skattalækkunum Trump að þá getur Biden minnka fjárlaga hallanum 3 trilljónir bandaríkjadala á næstu 10 árum ekki loka fjárlaga gatinu fullu en fær langleginu með að stoppa upp í þess og án þess að skera niður hvorki útgjöldir hernaðarmála sem hann er að leggja til að sko stóra auka eins og náttúrulega öll fjárlög gera ráð fyrir og ég á eftir að sjá hvernig það verður lögð fram fjárlög í bandaríkjunum sem skera niður útgjöldir hernaðarmála. Ég held að það verði eftir að bandaríkjunum verði búin að vera í einhverjum hnignuna fasi sannlega hálfa öld eða eitthvað, það er ekki að fara að gerast. En hann leggur þó til 1% niðurskurð til Homeland Security og republikan er nú þegar búin að stökkva það sko því að Homeland Security já, það er þar með í opna landamærin fyrir innflytjendum og flóttamönnum og allra handa skilur samfélagslegri hnignun. Jón Gunnarsson er að fjölga landamærvörðum á Íslandi. Já, ég meina það þannig er allar líkur á því að þurfa að fjölga landamærvörðum allstaðar með hvernig heimurinn er að stefna og það hverjar pólitískar kröfur eru úr öllum hornum. En nógum það, hann getur stoppaði stórleit í fjárlagagati með því að vinda ofan af skattalækkunum Trump. Sem að segja okkur að gatið er vegna skattaafsláttar til hinnar ríkjum. Já, eins eilífs skattaafsláttar ár eftir ár síðan sko í valdatíð Reagan. Það er ekki vandi með ríkisrekstur nema þegar stjórnvöld er alltaf að gefa skattana eftir til hinnar ríku og auðu. Já, það væri engin fjárlagagat sko ef það væri bara skatt heimt að væri sæmilega sómasamlega eðlileg. En hann mun aldrei fá þetta samþykkt sambærlegar tillögur fekk gatan ekki fengið samþykkt þegar demókrata voru með meirihluta í þinginu þá nú eru republikana með meirihluta í þinginu þannig að það er ekki að fara að gerast sko. En þannig að hans sko þetta fjárlagafrumvarp eða uppkast hans er í raun og veru bara sko útspil í samningaviðræður við þingið fjárlög útspil hans í samningaviðræðum við þingið skuldaþak Bandaríkjanna sem er sko svona næsta stóra pólitíska átaka eplið þegar maður getur kallað sagt sem verður núna að þarf að útklána núna í sumar annars þá verður greiðslufall á ríkisskuldum Bandaríkjanna þannig að það verður að leysa úr því og republikanar hafa sagt að þeir gera kröfur stórfellda niðurskurð en hafa ekki verið tilbúin til að setja fram neinar sko hugmyndur það í hverju sá niðurskurður eigi að felast eða hvar hann eigi að vera eða neitt skilur. Þeir hafa talað það að þeir vilja fá hallalaus fjárlög en hvernig á að ná því fram það er engin svör fyrir því. En Biden er að segja er mín tillaga, nú þurfum við að sjá eitthvað frá ykkur og það er það sem hann er að þeir segja bara nei.
Já, og svo fer þetta allt í einhvern djöfisins sprengmanns upp í sko sömur og þeir kúa út einhverja, en sko þar aftur er mjög þegar að það gerist, vegna þess að það er mjög líklegt að það gerist á endanum, nema sko, já, það stefnir í það minnst allt í það, að það komi að því, að það verði raunverulegt greiðslufall á ríkisskuldum Bandaríkjanna og að lánshæfismat Bandaríkjanna verði endurskoðað, og þar ertu búin að breyta sko mæleiningu, grundvallar mæleiningu í öllu fjármálakerfi heimsins sem eru bandaríska ríkisskuldir sem eru örugasti skuldabréf sem hægt er að hugsa sér. Eitthvað myndi segja að þetta verið spátum endalok heimsins eins og við þekkjum hann. Já, það sko, við erum á stað þar sem ýmis svona grundvallar sko kerfi og stofnanir sem hafa legið til grundvallar stjórnmálum eftir stríðsárana eru hvert á fætur öðrum að falla sko frá. Fyrst er myntfótakerfið á 8. áratugnum er það fyrsta af sko þessum svona grundvallar stofnunum eftir stríðsárana sem hverf, og það rís upp nýjar hver á fætur á annari tilraun til þess að endur sko svona proppa upp stöðuleikan. Og sko ég meina að fara ekki þetta líka. Já, herðu Magnús, kæra þakkir, en ég ætla að tala á eftir við Þórarinn Hjartarson NATO og í ljósi innrásarnar í Úkraínu. Það er önnur stofnun eftir stríðsárnar sem er í krísu. Ég ætla að spyrja Úkraína, skiptir það máli í bandarískum stjórnmálum? Eru bara allir standa þetta baki ákvörðunum forsetans í? Já, það er þetta áhugavert sko, vegna þess að sko repúblikanar sem hafa verið að færast í vaxandi mæli að einhvers svona einangrunar stefnu hafa gagnrýnt náttúrulega svona skilyrðis sko lausan fjáraustur í Zelenski, og við hef fengt að hann hafi rétt á sér og sko fjöldi Bandaríkjamanna sem stiður það eða segir að Bandaríkin eigi að sko spila einhvern leiðandi hlutverk í alþjóðamálum hefur sko skroppið saman á síðustu árum. Þannig að sko svona stuðningur almennings við eins og sko stuðning Bandaríkjanna stríði í Úkraínu er minnkandi og það færi þar fyrir popúlíska hægramenn eins og Trump og ég Þannig að þetta gæti blandast inn í kosningabarátuna. Já, og sko ef maður ætti svona að vera að spá fyrir sko næstu áratugi, næstu 10, 15, 20 árin, að þá sko finnst mér mjög líklegt að sko Bandaríkin spili minna og minna hlutverk í alþjóðamálum og séu hvort að það sé gott eða slæmt fyrir stöðuleika og frið í heiminum verður engin leið að segja sko, því að það eru alltaf unintended consequences eins og maður segir og unknown unknowns sem koma svo í ljós. Já, Magnús, kæra þakkir, og við ætlum að, eins og ég sagði áðan, ég ætlum að tala á eftir við Þórarinn Hjartarson NATO, Úkraínu og stríðsvæðingu hugafarsins, býst ég við, eftir augnablik. Þá komið að því að ræða NATO sem að hefur verið bara efst á listanum yfir það sem að fólk þarf að taka afstöðu til frá því að rússneskur her réðst inn í Úkraínu fyrir rúmu ári. Sömuleyti hefur NATO breytt eðli, bæði svona gagnvart því sem það er kynnt okkur, okkur er kynnt að það sé eiginlega eina vörnin sem við höfum til þess að halda frelsi og frið í heiminum, þó að það hefur nú verið kallað hernaðarbandalag. Og svo hefur það líka verið eiginlega vígbúast, þetta ekki þátt í Evrópa er að stórauka útgjöld sín til hermála
Svíþjóð og Finnland að ganga í NATO, mikil degla. En til að ræða þetta þá er ekki hingað komin NATO sinni heldur eiginlega þvert á móti. Þóran Hjartarson, ég býst að þú sett bæði herstöðaranstæðingur gamall og anstæðingur veru Íslands í NATO, það ekki, svona gernum tíðina? Jú, Já. það ég hafa nú heila alltaf verið. Já. Og það er mannst eftir þér. já, Já. og ég hef meðal annars staðið öðrum fremur fyrir fríðargöngum á Akureyri í undanfærin 20 ár, Já. síðan 2002. Þannig að það hefur nú gjarnan beinst gegn NATO og annari vígvæðingu. Já. En það er ástæðan fyrir að mér langar að tala við þig vegna þess að það er svolítið þannig núna undanfarið ár að maður er ekki mikla raddir sem að andmæla hernaðaruppbyggingu NATO á Íslandi í því umræðu. Nei. Hún er svolítið eintóna umræðan. Nei, ég var að tala á fundi hjá menningar og friðarsamtökum íslenska kvenna í gær og þess vegna kem ég nú hingað því ég er svolítið bólgin af staðrendum. Já, og kemur að norðan, allir í bæinn, til þess að halda ræðu. Og þar meðal annars var ég að pínu að bera saman tíman þegar ég fæddist 1950 og svo tíman núna. Já. Að það er margt það sama, það eru sömu óvinirnir, það eru rússarnir, kínverjarnir kannski, núna meira. Og þetta kalt og heitt stríð. Þeir skapa okkur hættu og við erum í hættu vegna þeirra og svona var þetta allt saman eins fyrir 50 árum, eða nei, 73 árum, 1950. Nema að eiginlega þá voru svo rosalega mikil pólar sem börðust bara árinu áður hérna á Austurvelli og í íslenskum fjölmiðlum voru náttúrulega fylkingar. Já. En núna er ekki þetta talninna fylkingar. Nei. Ekki í íslenskum fjölmiðlum og NATO sjónarmið andstæð hinu opinbera sjónarmiði NATO heyrist lítið. Andstæðingar þess að láta lítið fyrir sig fara. Já. Maður hefur svona tilfinningunni að við séum stödd og við erum það, við erum stödd inn í einhverjum djúpum bergmálshelli þar sem að heyrist raunar bara ein tegund af málflutningi. Og sem er afstæða yfirvalda. Já, það er bara hinu opinbera lína. Og hitt þá allavega kemst ekki að þó að kunna vera svona slatti af fólki sem er ekkit endilega sammálað þessu. Já. Og fólk er spurt hvernig það geti verið á móti NATO og er það þá fylgjandi Pútín? Þú kannastu það? Já. Það er sko þetta er svolítið ég held að megi kannski bera svolítið sama við tíma eins og í byrjun fyrri heimsstyrjaldarinnar. Þegar að menn voru mjög æstir og stríðsæsingar ástand og til dæmis í Bretlandi þá var Vilhjálmur keisari algjört skrímsli og þjóðverjar voru algjörar skepnur og þeir háðu stríð sem var reyn villimennska og svo framvegis og allir þeir sem að hérna drógu eitthvað þennan málflutningi ef að þeir voru bara talsmenn Vilhjálms. Þannig er þetta og fríðarhreyfingarna sem voru til fyrir stríð það þær gufuðu upp. Þær gufuðu reyndar upp. Það voru mjög sterkar í allri meðal sósíalista og verkalýðssinna. Hinn sósíalíska hreyfing. Var fríðarhreyfing þangað til að skalla á með stríðið. Það þá hættu meginþorrin að styðja frið og lagðist á stríðsæsingavagnin. Já, það er kannski auðvelt að vera fríðarsinni þangað til að stríðsæsingar áróðin tekur öll völd. Já. Og það er margt
finnst mér keimlíkt með þessu ástandi núna eins og þá. Drífa Snædal var hérna stuttu eftir innrásina í Úkraínu. Hún sagði að það að vera fríðarsinni á fríðartímum er svona svipað eins og að vera vegan á milli máltíða. Það reynir ekki á fyrir en að máltíðin kemur, hvort þú ert vegan eða ekki, sko. Já, það er auðveldara. Já. En heyrðu, NATO, finnst þér að NATO sé að breyta eðli eða er NATO að breytast? Nei, ég held ekki að NATO sé að breyta eðli, það er bara annar, NATO náttúrulega breyti eðli aldamótin síðustu þegar að það hætti að vera bara fókusað á þegar það var bara skulum segja bandalag Vestur-Evrópu þjóða í það að vera hnattrænt bandalag með starfsemi og takandi þátt í hernað í Afganistan og Norður-Afríku og það er annað NATO heldur en var 1970. Það er annað NATO, það er hnattrænt NATO og sem allur hnötturinn er undir. En heldur að við Íslendingar að við höfum svona tekið afstöðu til þess? Viljum við vera líka í þessu NATO eða breytist bara NATO og við fylgdum bara með? Það var aldrei nein umræða innanlands það hvort að þetta NATO hentaði okkur. Nei, ég man ekki eftir því að það hafi verið eitthvað rætt, sko. Nei. Þetta gerðist raunverulega svona dálítið þegjandi og hljóðalaust, þá var uppi eitthvað sem hét stríð gegn hryðjuverkum sem var nú gríðarlega loftkennt fyrirbæri og svona erfitt að skilja en þar var hættan einhvern veginn allstaðar, sko. Þannig að þá var það greiningin, hún var svo að óvinurinn var hinn leyndi hryðjuverkamaður. Sem hann grafa undan. Núna hefur sömuleyti fókusin færst í svipaða átt og hann var, eins og ég var að tala áðan, eins og það var þegar ég var að fæðast. Já. Og upp kemur þetta ástand sem að tengist nú mjög mikið Úkraínudeilinni. Og það er svona í henni er ákveðin opinber lína má segja inn í þessum bergmálshelli okkar, það er línan sem við heyrum og ef ég fer aðeins yfir hana hver eru megin atriði í hinni opinberu línu að þá er það hinni opinbera greining á Úkrænustríðinu. Í fyrsta lagi, stríðið er tilefnislaust að hálfu Rússa, unprovoked, árásarstríð sem að hófst 24. febrúar 2022. Í öðru lagi, stríðið er bara stríð milli Rússlands og Úkraínu og framlag NATO og Bandaríkjanna er fyrst og fremst að koma til hjálpar eða aðstoða bróður í neyð af því að hann biður hjálp. Og í þriðja lagi Rússland er í einhvers konar heimsvaldastríði. Rússland er í heimsvaldastríði, það er í landvinningarstríði og Putin er í hlutverki Hitlers sem að tekur þetta og þegar það fellur þá tekur hann bara næsta. Og fjórða atriðið er að Rússar heyja sem að myndi kalla terroriststríð, eða terrorstríð sem að beinist alveg sérstaklega gegn óbreyttum borgurum. Það er alveg sérlega vondar aðferðir sem þeir nota eins og
Þjóðverjar gerðu í byrjun þess fyrra samkvæmt Bretum, skepnur, ekki menn, skepnur, og svo 5. atriði, það það að Úkraínu gengur vel í stríðinu. Það Rússum gengur alveg hörmulega og það má segja að Úkrænumönnum gangi alveg förðulega vel og það geta unnið þetta stríð. Eða fá bara nóg á vopnum. Og það sé eina leiðin til að enda stríðið. Já, það eina leiðin til að enda þetta stríð. Að fullnaða sigur. Og svo það í 6. lagi, það það að hérna alþjóða samfélagið eiginlega sameinað á móti Rússum í þessu stríði. Og já, og ég tel að eiginlega allir þessir punktar séu rangir. Ekki fullkomlega rangir? Nei, ekki fullkomlega rangir, en enginn aðeins stendst raunverulega. Svo setti fram, í samhengi þess sem eru setti fram að þá séu þau rangir. Hefur að labba í gegnum þetta? Já. Viltu rekja þetta? Já, endilega. Það var það fyrsta að þetta væri tilhæfulaust árásarstríð. Tilefnislaust stríð. Unprovoked. Já. Og það að mínum að til þá hérna voru ögranirnar alveg nægar. Já. Eins og Rússar halda náttúrulega fram. Að Bandaríkin og NATO ögranir þeirra gerðu stríðið líklegt, ekki réttlætanlegt. Nei, og NATO hefði mátt vita að þetta gæti enda þarna. Já. Bara með því að skoða söguna. Já. En í þessu ert þú ekki haldaði fram að það sé réttlætanlegt? Nei. Þér eru augra svona eins og... Þetta árásarstríð og þetta óréttlætanlegt árásarstríð. En NATO og Bandaríkin hefðu mátt hegða sem öðrum hætti til að fyrirbyggja stríð. Sem náttúrulega hlutverk NATO halda frið í Evrópu, ekki? Jú, einmitt. Frið í Evrópu, það náttúrulega var stofnað til þess að berjast við Sovétríkin. En Sovétríkin lagði niður sína Varsjárbandalagið, stuttu áður en þau fjallu síðan sjálf og en NATO hélt árum síni starfsemi og hefur síðan útvíkkað sig í smá saman alveg upp að Sovétríkjunum, landamærum Rússlands ætlaði ég að segja, þvert á gefin loforð að þeir myndu ekki fara tömmu austar en Þýskaland sem að voru gefin Sovjetleiðtogunum í lokin. Þannig að þetta svona stærsti þátturinn í því sem ég vildi kalla sería aðgerða hjá vestanmegin frá Bandaríkjunum og NATO. Það bara þessi útþensla. Já, og sem þá sérstaklega á seinni tímum uppbygging herafla inn í Úkraínu eða? Þú lítur ekki svo á að Eystrasaltslöndin hafi gengið í NATO, að það myndi á endanum leiða til stríðs, heldur það bara hluti af... Já, það var nokkuð sem að mjög margir vestrænir strategistar eins og George Kennan og fleiri sögðu snemma að bara það að fara að taka þessi lönd inn í NATO myndi trúlega enda með meiri háttar konflikti Rússa. Og þannig að þau gengur síðan í nokkrum skömmtum og skrefum inn og það sem að síðan að síðustu Úkraína sem að var sem sagt NATO lýsir yfir 2008 að Úkraína muni verða NATO-ríki og Georgía líka. Hvort það gerur sem sagt lönd alveg inn við hjarta Rússlands má segja. Já, þetta var sem sagt fyrsti punkturinn og að stríðið hafi byrjað í febrúar 2022. Það gerði það ekki. Það byrjaði raunverulega þetta stríð strax 2014. Sem svar við þessu til dæmis að þessar yfirlýsingum að Úkraína og Georgía muni verða meðlimir í NATO.
Hvað var svar við því sér? Innrásin á Krímskaga. Já. Það byrjaði fram af því og í stríðinu í austur héruðunum, sko. Þá byrjar eiginlega þetta stríð. Annar punktur, stríðið bara milli Rússlands og Úkraínu og að þáttur Bandaríkjanna og NATO sé bara að hjálpa einhverjum sem að biður hjálp, að það heldur ekki rétt. Ég held að þetta stríð ekkert bara átök milli tveggja landa. Þetta náttúrulega fyrst og fremst geopolítist stríð sem að kemur út úr átökum stórvelda, sem sagt átök milli heimsvelda og þar sem að Bandaríkin og NATO spila alveg megin hlutverk, í fyrsta lagi með bæði aðdragandanum og síðan í sjálfu stríðinu. Í aðdragandanum náttúrulega í fyrsta lagi þetta sem ég nefndi áðan með útvíkun NATO upp að landamærum Rússlands, og síðan náttúrulega þetta valdarán sem var gert í Kiev 2014 í Úkraínu, sem var það sem að löglegur forseti var rakinn frá völdum og í blóðugu uppþóttum sem að voru meira og minna skipulögð vestan frá Bandaríkjunum, sem meðal annars eru til upptökur af símtölum Viktoríu Núland við sendiherran í Kiev hvernig eigi að skipa stjórnvöld í Kiev, og síðan raunverulega uppbygging. Svo kom náttúrulega þetta stríð sem fór að stað í austurhéruðunum sem að viðurkenndi ekki þessi nýju stjórnvöld, og það verður mjög blóðug átök sem að eru síðan gerður friðarsamningur í Minsk 2014 og 2015, opna hlé og átt að enda á þetta, en hættur umverulega aldrei og var aldrei virtur af Úkraínu og ekki heldur af Vesturlöndunum, og það kemur nú fram núna nýlega að hvorki Poroshenko forseti þá né Merkel og Hollande sem voru ábyrgðarmenn vestursins ætluðu þessum samningi að standa, heldur var hann hugsaður sem að kaupa tíma til að byggja upp úkraínskan her, til að byggja upp varnir Úkraínu og hermátt. Þannig að það Minsk var, það er Maidan, skulum segja litabyltingin, og svo þetta hvernig Minsk var ekki uppfylltur og hvernig Úkraína var síðan byggð upp með vestrænni aðstóð og undir bandarískri forsjó. Já, þetta er allt saman má segja tegundir af tilefnum sem að varð Rússum, sem sagt provokasjónum sem þeir kalla. Þetta var þriði punkturinn. Annar punkturinn, en áður við förum í þriðja, varandi fyrsta, þá er þetta árásastríð. Já. En ekki tilefnislaust. Ekki fullu tilefnislaust. Ef við horfum á þetta út frá sjónarhóli stórvelda átaka, þá er það ekki. En þá segja sumir, en við getum ekki hort á heiminn þannig út frá okkur stórveldum, þannig bara kemur stór
nágranni, ofbeldisfullur, ræðst inn í land, það árásarstríð, ef við ekki að standa með þeim litla sem að hinn stóri ræðst að. Jú. Ég að spyrja því, getum við hort framjá þessari stórveldatabli og tekið bara svona hjartarhreina sveitamanns afstöðu og þetta stöndum við með Úkraínu gegn árásum rússneska bjarnaris. Já. Í þeim þætti sem að ég vil meina að Úkraínu stríði sé samsett úr nokkrum stríðum. Já. Það er borgarastríð innan Úkraínu á milli rússneskumælandi og hinna. Það er sem að síðan breyttist í annars konar stríð strax með því að vestrið studdi annan aðilann og rússar studdu hinn. Og svo er það þetta stríð sem byrjaði fyrir ári síðan þegar rússar ráðast inn og þá er það fyrst og fremst milli Rússlands og Úkraínu. Og svo er það bara geopolítist meiri háttar stríð milli Bandaríkjanna og Rússlands. Það sem Úkraína er eiginlega fórnarlamb. Já, sem Úkraína er staðgengill og fórnarlamb. Og það byrjar, má segja, upp úr 1990 eða afleiðing af því þegar NATO fer að færa sig upp að landamæri Rússlands. Og byrjaði náttúrulega var á sinnhátt framhald af hinu kalda stríðinu. Þetta er flókið stríð, þannig þessi sveitamanns afstæð sem ég var að bjóða upp á, að hún er of bláið. Já, ég meina þetta er árás og stríð, en það að geopolítíkin skiptir ansið miklu máli er hægt að mynd gera með því að skoða, bera til dæmis saman við skotflaugarnar sem að rússar ætlaði að setja inn á Kúbu og Bandaríkin náttúrulega það gat ekki gengið sko. Þeir stoppuðu það og það var óhugsandi að rússar færi að koma skotflugum svona nálagt Bandaríkjónum og það má á margan hátt bera það sama við og svar Bandaríkjana stuttu síðar þegar þeir reyndar svipað leyti þegar þeir réðust ætluðu að ráðast inn í Kúbu svínaflóa innrásinn. Hún er svona sömuleyti hliðstæð að þarna er alltaf klárlega hinn geopolítiska sem að ræður öllu. Þannig að ef Kanada eða Mexíko þið gengið eitthvað hernaðarbandalag við Kína eða Rússland, þá veit maður hvað Bandaríkin þið gert. Þannig að það vitað að Rússar hafa sömu afstöðu til Úkraínu eins og Bandaríkin hafa til sinna nágranna. En nummer 2 var það fulliríkin er að við sem að koma til bjargar bróður í nauð. Já, og þetta sé bara stríð á milli þessara tveggja landa og þáttur NATO Bandaríkinn sé bara svona hálfgerður áhorfandi sem að sendi þó vopn og eitthvað svona. Þá spyr bláið í sveitamæðurinn sem ég þykist vera. Hann spyr, getum við staðið hjá? Verðum við ekki að koma þessum bróður til hjálpar? Já, það bara er miklu fleira sem að er undir heldur en bara þessi átökum milli Rússlands og Úkraínu. Ég myndi segja að mín stefna viðhorf er að það verði að semja og það verði að finna málamiðlun og svo málamiðlun verður að hafa í sér í fyrsta lagi fullveldis rétt Úkraínu og fullveldis kröfur þeirra, líka kröfur og rétt Rússa fyrir öryggi gagnvart því að það séu komin þeirra höfuð óvinnu séu komin þarna inn á gafl og með skotflaugar í Pólandi og Rúmeníu og að Úkraína sé semst
orðin eða eigi ekki að verða eitthvað virki óvinnarins alveg upp við þannig að þeir hafa sína réttmætu kröfur. Svo hafa líka austurhéruðin í Úkraínu sínar réttarlegu kröfur það að fá að tala sitt mál og svo framvegis. Þetta er borgarastríð þarna. Og svo á bara heimurinn allur kröfu á því að forðast kjarnorkustríð. Þannig að það verður að stoppa stríðið. Það verður að stoppa öll þessi stríð. Það verður að stoppa öll þessi stríð. Það er ekki nóg að vera með einfalda lausn. Heldur verður að tryggja þessi 3 stríð sem að þú nefnir að verið friður í þeim öllum. Það er þetta borgarastríð, árásarstríð Rússa inn í Úkraínu og svo þetta geopolítíska. Og og það bara glötuð afstaða að lausnin sé að vinna þetta stríð, það að stoppa það sko. Og það verður að finna lausn. Það voru kannski að svindla, en hvað var punktur nummer 3? Hann sá að Rússland sé í heimsvaldastríði, landvinningastríði og þeir stefni á að gleypa Úkraínu og síðan bara eitthvað meira. Og Pútín sé í hlutverki Hitlers. Ég veit ekki hvaða markmið Pútíns í þessu stríði, en í fyrsta lagi það hafa Rússar aldrei sett fram landkröfur á Úkraínu. Þeir hafa bara sett kröfur á þeir viðurkenndi sjálfstæði þessara héraða, en þegar þau þarna rétt fyrir innrásina lýstu yfir sínu sjálfstæði. En þannig að ég veit ekki hvað Rússar hugsa. Þeir hafa ekki sett fram landkröfur á Úkraínu, og mjög fljótt eftir að stríðið fór af stað þá byrjuðu samningaviðræður, og fyrst undir forystu Ísraels, og Bennett, þáverandi forsætisráðherra, hann hefur nýlega sagt í viðtali að þær hafi gengið vel, og Rússar þeir voru sammála það, Úkraínumenn og Rússar, að konur inn á það að Úkraína yrði utan NATO gegn því að Rússar dræju sig út. Rússar bættu líka við Rússar höfðu áður haft áður en að þeir fóru inn í innrásina, þá þá voru kröfur þeirra að kröfurna voru í fyrsta lagi að Úkraína væri utan NATO, í öðru lagi að Minsk samkomulagið yrði virt, og hvað var svo þriðja? Að Rússar héldu Krím. Síðan þegar þeir gerðu innrásina, þá bættu við 4. kröfuna, og það var þess að þau kölluðu af nasistavæðing Úkraínu. En í þessum samningum voru þið líka, sagði Bennett forseti Ísraels, búin að gefa eftir þá kröfu. Þannig að þetta leit vel út, og að hans mati, en hann sagði að vestræn leiðtogar, þeir hefðu haft svona misjafna afstöðu til þessara samningaumleitana, og smám saman var ljóst að þeir lögðust gegn þeim. Og hann sagði að þeir hefðu hindrað þær. They blocked it and I think they were wrong. Og þannig að líka þessi samningaviðræður á fyrri, og síðan bara mjög stuttu seinna reyndu Tyrki líka að stilla til friðar, en það fór eins að það var líka fyrir pressu frá að vestan að því var hætt. Þannig að þetta, í viðbóti til það Rússar hefði ekki gert kröfu að eignast Úkraínu, að þá bendi það til þess að þeir hafi ekki haft svo rosalega víttaka kröfur í huga. En geta þeirra til þess að taka Úkraínu og svo Eystrasaltslöndin og svo Rúmeni og svo Finnland og Svíþjóð? Já, blessaður góði. Ég meina,
Rússland hefur nú víst 1/15, ég man ekki hvað það var 1/12 til 1/15 af herútgjöldum Bandaríkjanna. Þannig að, og efnahagsgeta, þeir eru með efnahagsgeta á borð við Ítalíu eða Flórída í Bandaríkjunum og getur slíkt land lagt undir sig Evrópu. Já. Og miklu minna efnahagsveldi heldur en að Þriðja ríkið var miklu í upphafi stríðaldar sem að var stórveldi á meginlandi Evrópu orðið. Já. Þannig að þú hafnar þessu Dominó kenningunni. Já. Þá var hann með 4. Við þurfum ekki að staldra við hana. Ég held að Bláiði sveitamæðurinn, hann gerir enga athugasemdir við að Dominó kenningin standist ekki því að hún er svo skrítin og ég held að en hins vegar er það skiljanlegt náttúrulega hjá þeim sem að búa við rússnesku landamærin eins og fólkið í Eystrasaltslandinu sem er náttúrulega ekki bara búið við Rússland Pútins heldur Rússland Stalins og Rússland keisarans sem hefur náttúrulega verið aggressív stórveldi og með útþenslu stefnu. Já, það er sko þjóðernishyggja í þessum löndum, hún er andrússnesk sko. Hún gengur út á það að þarna er hinn stóri óvinnur sko. Þannig að já, það er skiljanlegt. Ok, þá var hann með 4. Það var það að Rússar hegi terrorstríð meir en aðrir, meir en það er nógu slemt samt ekki. Bandaríkin í miðausturlundum eða eitthvað slíkt. Þetta er andstyggilegt stríð. Þetta er náttúrulega andstyggilegt stríð og þetta er núna til dæmis er þetta gríðarlega blóðugt og verður bara stöðugt blóðugra. En hins vegar þá maður sá til dæmis bara núna nýlega í þætti í sjónvarpinu og Kveik þar sem að þessu er lýst að Rússar séu raunverulega sérstaklega að ráðast á almenna borgara og skjóta á íbúðablokkir og það eru nauðganir og menn bara teknir af lífi almennir borgarar í marsavís framvegis en tölur benda til þess ég held að nokkuð svona trúlegar tölur meðalans frá Ísrael sem að virðast að hafa þarna nokkuð góðar upplýsingar er að mannfall sé orðið gríðarlega mikið, það er orðið allavega 200 til 300.000 manns og sko mannréttinda skrifstofa Sameinuðu þjóðanna segir að óbreyttir borgarar hafi 8.000 og eitthvað séu fallnir. Býst við að það séu á lág tala sko. Hún geti þess að verið 20-30.000. En það er þó ekki nema kannski 1/10 af falli hermanna. Og í nútíma stríði þá held ég að það þykji ekki að því leyti ekki óhagstætt hlutfall því að oft er þetta bara einn á móti einum cirka, hermaður á móti óbreyttum borgurum og stundum miklu fleiri. Þannig þetta er vont stríð en ekkert verra heldur en önnur. Nei, þetta er ekki verra en önnur. Og með því ertu ekki að réttlæta þetta stríð. Sýrlandsstríðið, það var bariðist hverja götu og hvert hverfi og fólkið var í Sýrland bara nýlega. Þar er eftir, fólkið er flúið og eftir situr bara hraukar af byggingum, bara eins og eftir jarðskjálfta. Í Rakka, hún var bara algjör drauga borg. Og það var algjör terrorstríð sko. Mestu lofti. Sumir af þessum bæjum sem er verið að berjast í Úkraínu er samamerki brennt. Þetta er bara að búa að eyða öllu þannig. Já. Og það verið að En þetta er það sem er hluti af stríðsæsingar áróðunum. Það er að útmála andstæðingin nógu mikið eins og þegar að Saddam réðist inn í Kuwait sko, þá var sagt frá því hvernig hermenn Saddams hefðu farið inn á fæðingarstofnanir og fæðingardeildir og rifið nýfæddu börnin út úr súrefniskassanum og látið þau deyja á gólfinu og í stórum stíl og í
og í Serbíu voru sko 20.000 af Bosníu-Serbum sem átti að hafa nauðgað 20.000 bosnískra kvenna í byrjun stríðsins og þetta er bara eins og þetta er bara hluti af stríðsáróðri, það er að útmála nógu mikið hversu sóðalegur andstæðingurinn er. Svona eru stríð almennt, þannig að þetta ættir að gera fólk ansnúið stríði yfirleitt. Já. En það er ekki tilgangurinn, það er að gera fólk ansnúið tilteknum andstæðingi stríði og að lausnin gegn stríðinu sé stríð og sigur. Já, já. Og með því að segja eingöngu vondursögurnar af andstæðingnum. Okkar menn eru ganga þarna fram með Kurt og Pí. Já. Þannig að þetta var þetta var nú 4. Þetta var fjórði punktur, já. Það kemur 50. Svo 50 er Úkraínu gangi vel í stríðinu og Rússum mistækist það bil allt. Síðast var frétta því að Rússnu varu óæfðir hermenn Rússa réðust fram án skotfæra og varu bara með skóplur. Já. Og svo næsta frétt var það að þeir eru unnið ykkur á borg með þessum hætti. Með skóplunum. Þannig það er ekki allt, það eru nú svolítið skrýtnar sumafréttirnar sem koma. Já, einmitt. En ég held að þetta hefur verið alveg frá byrjun að Úkrænumönnum gangi vel og það er hluti önnur hlið á stríðsæsingnum, hinn er að segja hvað óvinnir eru mikla rosalega skepnur en svo er þetta að okkur gengur vel og við getum unnið. Okkar menn geta unnið og engar aðra lyktir ásættanlegar nema fullnaðar sigur. Já, fullnaðar sigur á kjarnorkuveldinu. Rekaða út af Krím og algjörlega yfir rússnesku landamærin. Þetta er hins vegar áróður sem er alveg kontrafaktískur. Hann stenst ekki og Úkrænmenn geta aldrei unnið þetta stríð. Og ég held að menn hafa svona menn að vísu sko ímyndið sér kannski að Rússland gæti ekki haldið þessu úti með þessum rosalegu refsiaðgerðum sem þeir voru í og svo framvegis. Þannig að með bæði á vígvellinum og líka annars það væri hægt að slá þá tilbaka. En þeir staðrendin er að Rússar sækja á, þeir fóru inn á svo breiðum front þarna, þeir héldu greinilega þá að þeir gætu eins og þeir unnu Krím á léttan hátt og eins og þeir unnu Georgíu létt þegar að stríði stóðum Abkhazíu og Ossetíu, þá ímyndu þeir sér að þeir gætu held ég þvingað Úkraínu til skjótra samninga með svona breiðri innrás en þá bara voru bæði úkraínski herinn sterkari en þeir höfðu alveg búist við og svo bakmennindir fyrir vestan voru hins vegar alveg klárlega á því að Úkraínumenn ættu ekki að semja. Mætti ekki semja. Mætti ekki semja. Þannig að þá breyttu bara Rússar taktík og drógu sóknina meira saman á ákveðin svæði en út frá þeim nýju forsendum þá sækja þeir bara fram og þeir verða ekkit stöðvaðir á vígvellinum af Úkraínu. Ekki í náinni framtíð en það segja bandarískir hersöngja það að þetta stríð muni verða í mörg ár. Já, það er líka meiningin, það er hjá strategistunum þá er verkefni þessa stríðs er að taka Rússum blóð, veikja þá, festa þá í dýi. Þetta er svona Vietnam syndrómið.
að þetta verði alveg eins og Sýrland og Afganistan á sínum tíma að verða þeim og sem þeir festis í það gjúr þeim kraftin. Og það sé þá frá sjónarhóli Bandaríkjanna sé markmið stríðsins að veikja Rússland svo að það geti ekki, hvernig myndu stórveldin hugsa það, ná vopnum sínum og byggja upp stöðu þar sem að þau gætu seinna meir orðið ógn við Bandaríkin. Já, einmitt. Já. Þá er það eftir punkt nummer 6. Alþjóðasamfélagið er sameinað gegn Rússum í þessu og það þá höfum Evrópu, þá höfum Bandaríkin og Kanada og Ástralíu og Nýja-Sjáland. Það er rétt og Japan. Og Japan, já. Kannski Suður-Kóreu. Þannig að þetta það sýnir sig að þau lönd sem eru til í að fara í aðgerði gegn Rússum, að taka þátt raunverulega í stríðinni gegn Rússum, annarkvæmt með því að senda vopn til Úkraínu eða taka þátt í efnahagsaðgerðunum, það er fyrst og fremst NATO. Og þessi lönd þarna í viðbót, 5 lönd í viðbót. Tryggustu bandamenn Bandaríkjanna. Já. Og þetta verður bara skýrara og skýrara og nýlega voru 2 greinar, miklar greinar bæði í New York Times og í Washington Post sem gengu út á þetta. Að hugmyndinu að þetta myndi verða til að einangra Rússland, það bara gerist alls ekki. Og hinn hnattræna suður heldur bara áfram sínum samskiptum við Rússland. Hversu ekki til að taka afstöðu með Bandaríkjónum í þessari deilu? Nei, þau gera það ekki og þau telja líka að þessar efnahagsrefsi aðgerðir að þær séu bara mjög skaðlegar fyrir efnahag, fyrir heimsefnahagskerfið. Þess sem að beitir þeim eins og orkukreppan í Evrópu sýnir og hefur ekki myndi geta leitt til bara hryllilegrar hækkunum matarverðs og ráfnisverð í suðrinu. Hungurs verður hættulegt fyrir suðrið að taka þátt í þessu. Já, einmitt. Herðu, en við Íslendingar erum í NATO. Þú nefndir 1950 þegar þú fættist að þá var andstaða við veru Íslands í NATO. Já. En nú hefur ýmislegt breyst út af þessu stríði, meðal annars hafa Svíjar og Finnar gengið í NATO sem að kannski við hefum ekki getað spáð fyrir 2 árum. Hefum setið hér. Það gerðist. Nei, við gátum það ekki og þetta réði þetta úrslitum að þau gerðu það en þau voru nú samt komnir býsna langt. Þau voru komnir í eitthvað sem þau kalla samstarfsaðild og aukna samstarfsaðild og með heilmiklum heræfingum, meira segja bæði í Svíþjóð og Finnlandi með NATO fyrir áður en að Rússar réðust inn í Úkraínu. Þannig að þetta er svona reið bakamunin en auðvitað hefði þetta gríðarleg sálfræðileg áhrif í allir í Evrópu og ekki síst eins og á þetta er spilað. Enda alvarlegur atburður. Þetta er mjög alvarlegur atburður í Evrópu. En þetta hefur mjög mikil áhrif upp á Íslandi eins og þú segir að frá því að vera mjög umdeilt við skulum segja bara NATO þá er eiginlega enginn sem að snýst gegn pólitík NATO þeir kannski segjast vera á móti aðildinni að NATO en í hverju pólitísku máli þá styður þeir stefnu NATO. Það er að segja íslenski stjórnmálamenn
Þannig að þú kannski vísa sérstaklega til VFG sem er eini flokkurinn sem á móti NATO inn á þingi. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir fer nú reglulega til á fundi NATO sem að forystumenn íslenskra vinstrimanna hafa aldrei áður gert. Og afstaða þessarar íslensku ríkisstjórnar til Úkrænustríðsins algjörlega fumlaus, stuðningur við NATO-línuna og aukna hernaðar uppbyggingu í Evrópu. Já. Það er eiginlega lína, það öll ríki að auka hernaðar uppbyggingu sína og það krafan 2% af landsframleiðslu. Já. Sem að Íslendingar standa einhvern veginn trú að sé aldrei verið að meina Íslendinga þegar þetta nefnt, sem að ég meina ef framfyrir horfir að þá fellur náttúrulega svo vörn og það verður gerð krafa okkur að við tökum 2% af landsframleiðslu og kaupum fyrir það vopn. Já, er ekki svona menn að ég vil að tala um það að stofna hinn íslenska her, ekki setni vel inn í það en það hefur nú hafnað af ráðamönnum, þetta var nú bara gamall áhugamaður uppbyggingu hernaðar sem að sagði þetta. Já, ég veit ekki hvað. Utanríkisráðurinn hefur verið mjög, herskár og talað skyldur Íslendinga til þess að taka þátt í uppbyggingu varna NATO, ekki með því að stofna einn her, heldur með því að gera eitthvað annað sem að þarf, en svo líklega í framhaldinu bara með fjárútlátum til stuðnings hernaðaruppbyggingu Evrópu. Já, það náttúrulega nú þegar orðin heilmikil fjárútlát til stríðsins í Úkraínu og utanríkisráðherrann sagði á fundi í Noregi bara fyrir 3 vikum eða svo. Hún sagði eitthvað sem svo: eina leiðin fyrir okkur til að koma á friði, til að gildin sem að við byggjum á haldi, til að það sé hægt, þá verður Úkraína að vinna. Og hún hlýtur fyrst og næst að meina á vígvellinum. Þannig að þetta er hinn íslenska stefna og ekki hefur VFG sett sig neitt sérstaklega á móti þessu í ríkisstjórn. Þannig að þetta er okkar stefna að leiðin sé náttúrulega styrking á NATO og að Úkraína vinni stríðið á vígvellinum. Og það sem að það mun taka mörg ár, ef það er mögulegt, að þá munum við sjá aukna hernaðar uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og við munum sjá aukin útgjöld íslenska ríkisins til varnarmála og hernaðar. 2% af landsframleiðslu er einn landsspítali á ári. Já, einmitt. Og við, fyrir Úkraínustríði þá vorum við að verja til eitthvað sem var hægt að flokka sem varnarmál svona 6 miljardar, en núna í dag er þetta 75 til 80 miljardar sem að NATO fer fram á önnur lönd verja til varnarmála. Þannig þetta er auðvitað varanleg breyting á íslenska ríkinu. Já. Þetta er bara því að við vorum að tala um áðan að það er eiginlega ekkert rætt þessa hluti. Þetta er bara, það er einhver ein lína sem að gildir. En það er ekki verið að ræða það hvað merkingu þetta hefur. Það er náttúrulega líka áður en að þessi innrás kom að þá er alveg mjög greinileg þróunarstefna að varnar, hvað heitir þetta, varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli, að það er viðvera herliðs breyttist smá saman frá því að vera bara endrum og eins í það að vera raunverulega viðvarandi herlið og oft bara mjög margt þegar einhverjar æfingar eru, bara loftrýmis gæslanum framvegis. Þannig að þetta er smám saman að breytast í varanlega herstöð og það var ekki og það var þróun sem að byrjuð talsveit áður en að innrásin varð í Úkraínu og flotaæfingar reglulegar við Ísland og svo er talað um þetta í Finnafirði og þar er
talað það sem varnarsvæði. Það að segja ómögulega að byggja upp stöð þar, einhvers konar flottastöð og svo framvegis. Þannig að þetta á ýmsum sviðum sem að þessi uppbygging fer fram. Síðustu öld að þá var afstaða herstöðanstæðinga og þeirra sem að voru á móti aðild Íslands að NATO var alltaf sömuleyti að fólk vildi ekki verða takknýtingur heimsvaldastefnu Bandaríkjanna, en það voru kannski oftar haldið að lofti þeim rökum að herstöðin á Miðnesheiði og vera okkar í NATO myndi ekki gera okkur öruggari heldur, ég fylgst þetta á móti. Það gæti frekar dregið stríð hingað heldur en ekki. Er þetta afstaða sem gild í dag? Já. Og hún er gild Ísland og hún er gild almennt að NATO sé lausn í Austur-Evrópu. Hún er lausn mála að færa NATO upp að landamenn Rússlands þegar Rússar eru búin að hafa lagt niður Varsjárbandalagið. Við bara sjáum það bara blasir afskaplega skýrt við að það er ekkit friðvænlegra af því að NATO færi sig út allt og byggja upp sína starfsemi. Uppbygging hernaðarbandalags eykur hættunar úr stríði. Núna er NATO komið með 4 nýja herflugvelli í Noregi. Það held ég ekki ger ekki friðvænlega gagnvart nágrannum í austri eða innganga Finna og Svía. Ég meina, Úkraína er þá eintalega dæmi víti sem til að varast skildi maður halda. En Ísland er bergmálshellir, eins og þú sagðir áðan, það sem að stefna stjórnvalda ómar, það ekki gott fyrir þig og aðra herstöðanstæðinga og NATO-anstæðinga að tala gegn NATO í miðjum stríðsæsingnum. Nei, menn fá náttúrulega í fyrsta lagi þá eru menn nú bara takkaðir sko. En sérstaklega eru þeir mobbaðir sem pútinistar og þannig að það er svolítið erfitt að tala sínu máli. Já, ég myndir ekki að geta sagt mjög erfitt því að það er ekki menn er ekki endilega að leita að einhverju sameiginlegri lausn sko. Þetta er, eins og ég segi, þetta stríðs ástand sem að við erum inn í bergmálshellinum. Það er náttúrulega að stríðsæsingin er að veruleyti sálfræðileg og það er stór hluti af stríðsrekstrinum að það er náttúrulega áróðurinn. Stríðvæðing hugafarsins. Já. Og við erum þar, við erum bara í stríði að þýleiti. Það er stríðsæsingurinn þannig og þeir sem vilja andmæla opinberri stefnu að þeir eru stimplaði sem stuðningsmenn andstæðingsins. Við lifum í þannig ástandi. Já. Hvernig má ég spyrja þig að því að þú nú sósíalisti, róttækur, varst í framboði fyrir alþýðufylkinguna. Hvernig finnst þér það að vera klínt upp við Pútín sem nú fyrirverandi bandalagsmaður Sjálfstæðisflokksins, hægri maður og verður seint þetta flokkan sem bandamann sósíalista? Finnst þér þetta ómaglegt að vera? Já, það er það náttúrulega. Við Pútín erum ekki pólitískir sálufélagar. Og ég tel að rússneska þjóðin þurfa að losa sig við Pútín og gera sína sósíalísku byltingu aftur. Pútín hins vegar fyrst og fremst rússneskur þjóðerni sinni sem að hefur á margan hátt verið
komið þjóðinni áfram. Hann svona kom hömlum á ólígarkana sem eru hans menn en hann hérna kom þeim í þá stöðu að þeir skipta sér ekki og mikið af pólitík. Ég held að þessi munurinn þá til mikil munurinn á Úkraínu og Rússlandi. Í Úkraínu þá ráða þeir beinlínis en í Rússlandi þá hérna láta það nægja að vera í efnahagslífinu og láta Pútín og hans mennum að stjórna. En allavega að eins og ég segi Pútínisti ég ekki og ég held að Rússar þurfa að losa við Pútín en núna þetta þarna er geopólitík og þar er Pútín í annars konar hlutverki. Ég held ekki hans Hitler. Má ég spyrja öðru, upplifuru að Úkraínumenn séu að berjast fyrir þínu frelsi og þínum lífsgildum? Mínum? Það er það sem þú varst að vitna í utanríkisráðherra sem sagði þetta, þannig að væri fram orust um okkar gildi. Já, þeir Úkraínumenn eru fyrirmynd fyrir lýðræðis þjóðir og svo framvegis og við þurfum bara að láta það hafa vopn. En nei, ég held að Úkraína sé það er þeirra þetta er spillt land, það er kuvera einna mest spilling á ýmsa mælikvarða í Úkraínu og úkraínsk þjóðernisstefna hefur alveg frá seinna stríði verið mjög blönduð öfgahægri og var það í stríðinu og síðan. Þannig að síðan hafa þeir núna í seinni tíð þá hefur Zelenski bannað eiginlega alla aðra flokka en sinn, alla vinstri flokka og þannig að og friðarhreyfingar og svo má segja að svona meginstefnan í þeirra pólitík hið andrúsneska. Það er svona það sem að límið í þeirra pólitík. Þannig að það er ekki uppbyggilegt. Erfitt að flokka það sem okkar gildi. Já, og það er kannski svolítið minnast aðeins á það að hér núna er merkileg tillaga í gangi, þingsályktunar tillaga sem að ég held að sé nú bara í einhvers konar kynningu í dag það að hungursneyðin í Úkraínu 1933 hafi verið skipulögt þjóðarmorð. Þetta hefði verið samþykkt á þinginu í síðustu viku, ekki? Var þetta ekki afgreitt á að afgreiða núna í dag? Já. Nei, ég held að það sé nú ekki afgreitt en mér finnst þetta eiginlega alveg þingkona Sjálfstæðisflokksins leggur þetta fram en það er úr öllum flokkum og þar á meðal Bjarni Jónsson formaður utanríkisnefndar úr VG og að þetta nú í fyrsta lagi þá þetta furðuleg söguskýring að þeir hafi gert þetta vitandi til þess að slá niður úkraínska þjóðernishreyfingu. Ekki líklegt til þess að slá hana niður. Að beita hungrinu og í öðru lagi þá þetta náttúrulega ég öfenda ekki íslenska þingmenn að fara að taka afstöðu til þessa og þurfa að kynna sér þeir hafa enga stöðu held ég til að taka
kynna sér svona sögulega spurningu. En er þetta liðurinn í því að skrýmslavæða andstæðingin? Nei, það ekkit, þetta hefur engan annan tilgang en að vekja upp rússahattur. Ég get ekki séð neitt annað í því uppbyggilegt. Herðu Þórarinn, kæra þakki fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða stríðsvæðingu NATO á þessum, ég segi ekki fordómalösu tímum, en aukvænlegum tímum sem við lifum á. Gaman að fá því, komdu hérna bara næstur og kemur í bæinn og góða ferð norður. Þakkaði fyrir. Herðu, og við vendum okkar kvæði í kross og tökum næsta mál fyrir eftir augnablik. Já, hinga til mín komin Kolbrún Arna Pétursdóttir leikkona, velkomin Kolbrún. Þakkaði fyrir. Við erum hérna við Rauðaborðið að ræða sjúkrasögur að því að við höfum bara áhuga á lífsbaráttu fólks og hvernig fólk að kljást við hlutina í lífinu og eins líka bara hvernig samfélagið grípur fólk. Þannig að við ætlum aðeins að heyra núna söguna þína Kolbrún. Segðu mér aðeins fyrst, hvaðan ertu? Ertu úr Reykjavík eða ertu? Já, nei, ég fædd í Reykjavík og ólst þar upp fyrstu 5 árin, flutti þá í Kópavog og bjóð þar til fullorðins ára. Flutti Reykjavík svona fram og tilbaka, flutti svo aftur í Kópavoginn með dóttur mína. Og en ég svona líta á mig sem Kópavogsbúa. Já, þannig að þú ert hérna að höfuðborgarsvæðinu. Já. Einmitt. Og þegar að það er ekkert mjög langt síðan að þú gengur í gegnum krabbameinsmeðferð og... Nei. Hvað eru Það eru, sem sagt, 2018 greinist ég og klára 2019 vorið. Þannig að það er svona 4-5 ár síðan, 5-6. Já, 19, 21, 22, það er 4. 4 ár. Það verða. Já, einmitt. Og hvar, kannski bara byrjar að segja mér frá því, hvar ertu stödd í lífinu þegar að þú veikist? Já. Ertu byrjuð að vera lasin, ertu byrjuð að finna fyrir einkennum? Sko, ég var byrjuð að finna fyrir, ég veit það núna eftir á, að ég var byrjuð fyrir löngu síðan að finna fyrir einkennum. Það kemur sem sagt í ljós, þetta kemur í ljós þegar ég fer í sko venjubundið eftirlit upp í krabbameinsfélag og að það sést eitthvað á mynd og ég kölluð tilbaka í myndatöku sem sagt vorið 2018. Nána tiltekið afmælistegi minn, meira segja. Og að öllum líkindum hefur þetta krabbamein verið að brjóstakrabbamein verið að grassera frá svona 15-20 ár. Vá, já, það er svolítið langur tíma. Já, búin að fara í tékk, venjubundið tékk, en sást ekki fyrir þarna. Og þetta er svona... Ég hafði verið í listaháskólanum í mastersnámi og var rosalega slöpp og ómöguleg og það er náttúrulega bara þegar þú búið að greina þig með vefjagigt, þá er allt sett á vefjagigtina. Þannig að ég var ekki svo mikið að leita mér lækninga, það er bara... Allt sem að hrjáði þig var bara sett á vefjagigtina. Já, það var allt sett á vefjagigtina. Og ég gerði það sjálf svo sem líka. Já. Og En læknar, þú fannst alveg fyrir því að læknar gerði það líka það? Já. Það var allt sett á vefjagigt. Og og það að eldast, það var stundur sem ég fekk það. Já, þú bara meðaldra. Já, nákvæmlega, meðaldra kona. Já, einmitt. Og ég sem sagt geri astnastrygg, ég veit ekki hvað maður kalla það, ég sel íbúðina mína 2014 og get síðan ekki
keypt íbúð því ég er að klára skólan, þá fæ ég ekki lán, ég fæ ekki hérna, það er ekki... Það fær ekki greiðslumat, kemst ekki? Nei, ég kemst ekki gegnum greiðslumat, því að það bara, þó ég ætti smá peninga, þá sem sagt var það bara ekki nóg, þar sem að ég hafði ekki verið að vinna, það var ekki hægt að, þannig að það fer af stað svona, svo ég vissi ekki hvað og hvað, það fer af stað svolítið svona erfiðu kapli þar sem ég er á flækingi á milli íbúða og þegar ég síðan sem sagt greinist, áður en ég greinist að þá sem sagt hélt ég væri bara útbrunnin og ég fer í virk og finnst ég svona ná einhverjum bata en alls ekki nóg þannig að þegar þetta kemur í ljós að ég er með krabbaminn sem búið að vera að grassera að þá verður það mjög skiljanlegt. Já. Líka minn bara á fullu að reyna að berjast, sko. En ég sem sagt fæ síðan inni hjá vinkonu sem að á íbúð og leigði með dótturinnar. Þegar ég sem sagt er að fara þegar ég fer í gegnum krabbameinsmeðferðina og það var Varstu þá búin að fá greininguna? Þá var ég búin að fá greininguna, já. Hvernig, segðu mér aðeins þegar þú fær greininguna, var þetta ekki áfall að fá greininguna? Jú, það var það. Var þetta ekki brugðið? Jú, mér var brugðið. Og að sjálfsögðu, maður áttar sig ekkert á því samt sem áður, fyrir seinna. Já. Maður setur bara varnarmekanisman í gang og reynir að lifa af sko og fara í gegnum þetta. Jú, þetta var erfitt og þetta var svona, ég var svo mikið líka að reyna að berjast við að vera sterk fyrir aðra að finna ekki of mikið til þannig að þetta var svolítið töff, jú. Og þegar þú fær greininguna þá er Þetta var nú ekkit kannski smávægilegt krabbamenn. Nei, það var frekar langt gengið. Já. Og svona bara á næsta stíi við það að verða 4. stig. En sem betur fer vonandi tekur það sig ekki upp aftur. Já, og það var líka þetta sko að vera í þessu óöryggi sem var líka svo erfitt sko. Já. Þá sem að þessu húsnæðis og ekki þínu eða? Já, að búa eiginlega inn á öðrum. Ég myndi ung kona, yndisleg og allt það og án þess að vilja það að lendur hún í því að bera pínu ábyrgð af mér. Já, þetta. Þannig að það var svona, það var ekki auðvelt. Nei, þetta. Og ég var svona að reyna fyrir dóttur mína, fyrir systir mína, þú veist, að vera ekki, að reyna að vera svolítið svona hress. Fara bara á töffaraskapnum í gegnum þetta. Já, svolítið. Já. Og en var oft mjög lasin, sko. Já, þetta. Og hvers konar meðferð ferðu í gegnum þannig? Ég fer í gegnum, byrja á því að fara, byrja í lyfjameðferð í ágúst 2018 og klára hann áramótin 2019 og byrja síðan fer síðan í geisla. Og hvernig, ef þú segir mér bara frá sko lyfjameðferðinni, ferðu þá alltaf upp á spítala og farið indælingu? Já. Og þetta var sérsagt að mér minnir 8 skipti í allt, 8 eða 10 skipti og sko 4 fyrstu skiptin var ein kóktelblanda og svo seinni hlutin var önnur kóktelblanda og svo kóktelblanda var einmitt þannig að ég þurfti að vera í kælihönskum og Kælihönskum? Já, annars hefði ég bara mist neglurnar. Það þurfti að kæla hendurnar til þess að neglurnar héldust á, sko. Á meðan þú varst að fá indælinguna? Já. Vá. Svo mikið eitur. Þetta er svo svakalegt eitur. Já, þetta er svo mikið eitur. Bara að reka út illt með illu. Já.
og já, og ég verð nú að segja það sko að leið og maður greinist þá tekur við ansi sterkt batteri og ég hef ekkert nema gott það batteri að segja sko í rauninni á meðan á þessu stóð. Er það krabbameinsdeildin upp á Landspítalanum? Já, og þú veist, reglulega í viðtölu við lækni, hjúkrunarfræðinga og allt saman. Síðan, eftir x tíma, þá þér bara ítt út. Já. Og það eftir fyrir eitthvað stuttan tíma og það finnst mér vera svolítið harkalegt og svolítið einkennilegt því að það virðist ekki alltaf fara eftir því hversu alvarlegt krabbameinið sko. En fær fólk, þú veist, þegar það greinist, fær það einhvern svona andlegan stuðning, fær það sálfræðing? Já, ég til dæmis var svo heppin að komast strax í samband við sálfræðing og við frábæran sálfræðing sem var upp á Landspítala og ég fekk að halda áfram hjá henni þegar hún fór út af Landspítala eða sérst í annað starf sko. Okay. Og það var alveg frábær manneskja og eins líka félagsráðgjafa því að það ýmislegt sem að þú veist þurfti eins og þetta með að búa í miðbænum, hún reitaði mér þannig ég gæti lagt bílnum á þess að vera stutt að fá sektir sem ég var alltaf í byrjun að fá og sótt íbúð fyrir mig sem að síðan gekk eftir seinna og það var alveg sko frábært batteri en málið það var enginn sem sagði mér sko, það var bara því ég komst í sambandi við hennan sálfræðing í gegnum vinkonu sem sálfræðingur sem sagði mér að ég ætti rétt á þessu. Já, ok, það var enginn sem annar sem sagði þér hann á spítalanum og þú ætti rétt á sálfræðingnum og þannig að þú þurftir að komast að því mér þessu. Já. Þannig að og eins með félagsráðgjafana sálfræðingur sagði strax þú átt rétt á því að tala við félagsráðgjafa þannig að þannig að það skortir í rauninni einhvers konar svona upplýsingapakka og sama kannski eins og þegar fólk að fara á örorku að það fái upplýsingapakka hvað það á rétt á, þetta alveg klassist og það fær ekki upplýsingar og færði ekki þessar svo bara fyrir tilviljun hittir þarna einhvern sem að tvær manneski sem voru bara frábæra sko. Og ég held að þarna og þetta heyri ég marga konu segja sko, að krabbameinsdeildin krabbameinsbatteri heldur vel utan af þig svo hefur þú tækifæri til að leita til einkaaðila líka náttúrulega því að og þar færði ýmsar upplýsingar af vísu og þú eflaust heyrt fólk rósa ljósinu sem alveg ótrúlega gott bara frábært batteri það dásamlegt batteri það svona eina sem ég veit eða ljósið þar getur einmitt þú getur fengið viðtöl allslags viðtöl og námskeið og og þá viðtöl við fagfólk við sálfræðing okay. og þau bjóða upp að aðstandur komi viðtöl dóttir mín nýtti sér einmitt svoleiðis og þetta batteri ég get fullseint þakkað þeim sko. Þetta þarna eignaðist maður svolítið líf upplifur þá einhvern veginn að þú veist veikindin hefði verið búin að svona draga úr þér þróttin og lífskraftin einhvern veginn og oft var ég of þreytt til þess að mæta og lengi og eftir sko var ég mjög þreytt og þetta svona togaði þið út aftur og þetta þú veist ég fór í þeir eru með sal þar sem maður getur þjálfað sig og þeir eru með tækjasal líka tækjasal og eru með fólk sem að hjálpa manni þar sjúkraþjálfara og íþróttaþjálfara og er þetta alltaf á sama staðnum? Já og það boðið upp á allskis afþrengu
ég fór í leirhóp, það er alls konar svona sem að þú getur bara að málað og félagskapur og tala við fagfólk. Gast keiftir mat þarna í hádeginu, alveg óstjórnlega góða mat. Já, fyrir lítinn pening. Og þarna kynntist ég konum sko, sem að ég ennþá er í smá sambandi við sko. En þetta, eins og ég segi, þetta er náttúrulega... En ljósið er bara, þetta er svona tímabundið úrræði. Já, og það er svo mikil ásókn í það. Já. Að þau verða að setja bara limit á tíman sem að þú ert þarna inni. Já. Hvað fékkst að vera lengi? Ég fekk að vera í 2 ár. Já. Og já, en á þessum 2 árum sko, þá svona fann ég alveg fyrir því að þú veist, eftir að ég var búin í meðferðinni sjálfri, þá einhvern veginn svona hrundi svolítið veröldin. Já, svona eftir á sjokk. Já, það var svona eftir á sjokk og þetta var ekki auðveldar aðstæður heldur sem ég var í, og svo kemur COVID og allt þetta sem að hefur sitt að segja líka. Og já, þannig að sjokkið sem að ég fæ, það er eftir á. Já. Já, það er mitt. Þetta er ekki fyrst skipti sem ég heyri það sko. Nei. Fólk mitt, og þetta með að fara í gegnum mitt bara á hnefanum svolítið, og svo allt í einu kemur sjokkið sko. Og þetta er sko að því líka að þarna kemur sko COVID inn í, og ég fyrir að einangra mig og það spila stóra hluti. Er það ekki líka, kannski þó það hefði ekki verið COVID, að er ekki krabbameinsmeðferð en þess eðlis í rauninni líka að þú þarft að einangra þig svolítið frá fólki? Jú. Bara upp á smita því það búið að skjóta ónæmiskerfið þetta einhvern veginn í kaf með lyfjameðferð? Akkurat. Já, og svo þetta sko að ég var svo listalaus og átti erfitt með að borða það lengi vel og eftir. Já. Þannig að það svona hjálpaði ekki til. Nei. Það kom svona smá saman. Já. En þarna, og ég hef rætt þetta við nokkra konur sko, og þær segja það sama sko, að þú veist, þú ert svo mikið að fara í gegnum það að halda haus í veikindunum, að þú kannski áttar þig ekki á því fyrir en eftir á. Já. Hversu mikið áfallið var. Hafðu reynt hérna, þetta er svona brjóstakrabbamein, þetta er svona aðalega kvennasjúkdómur. Aðalega, það eru líka kallar sem fá brjóstakrabba, sem átt að segja ekki á því. En hafður hugsað það einhvern tímann áður, hvort þú myndir verða eina af þessum konum sem fengi krabbamein? Brjóstakrabba eða einhver svona kvennkrabba? Já, ég hafði alveg hugsað út í það. Systir mín hafði nefnilega fengið sko nokkrum árum áður. Töluvert mörgum árum áður. Og fóru að vísu bara innan gæsalappa, það er ekkert bara, það er líka erfitt í gegnum fleikskurð og þurfti ekki að fara fór bara í geisla. En þannig ég vissi það alveg, þú veist, og í kringum við voru fullt af konum sem að hafðu fengið. Já. Og en sko það er svo merkilegt nefnilega, þú veist, brjóstakrabbi getur verið alls konar krabbi. Þetta eru fleiri tegundir. Þetta eru alls konar tegundir. Já. Og það kemur í ljós að ég til þess var með frekar sjaldgæfa tegund sem að felur sig svona undir í mjólkugöngunum og sést ekki þess vegna alltaf á þessum venjulegu myndum. Þannig að og þetta er og það er fullt af konum sem að, þú veist, fá brjóstakrabbamein og tekið það brjóstið eins og í mínu tilfelli og fullt af eitlum og svona sem lifa bara fínu lífi eftir það. Þannig að þú veist, þetta er ekkert einfalt. Nei. En ég held að hafi ekki hjálpað hversu mikið hvernig aðstæða mínum voru. Það voru bara ekki góðar fyrir. Nei, þetta er svona alveg versti tíminn hann í þessu húsnæðisvesinni. Já, nákvæmlega. Þannig að en eins og ég segi, kerfið grípur mann mjög vel en það vantar samt gríðarlega mikið upp og þetta er eins og bara
upplýsingar sem að ég hefði gjarnan vilja fá sem að ég fekk bara í gegnum aðra konur í sömu stöðu og kannski eftir á í rauninu þegar þú fer að hitta konur í ljósinu og eitthvað svoleiðis. Og þegar þú ert eins og til dæmis þessi lyf sem að konur þurfa stundum að taka inn eftir brjóstakrabbamein, þetta er svona kallað andhormón, blekkir líkamann til þess að framleiða ekki kvenahormónin. Já. Er það eitthvað sem þú þarf að taka þá bara það sem eftir er ævinar? Nei. Það er misjæmt. Sumar taka inn í 2 ár, 5 ár, 7 ár, 10 ár. Ég á að taka því 10 ár og þau eru anstíkileg, sko. Þetta eru anstíkileg lyf. Eru þá aukaverkanir? Miklar aukaverkanir að þeim. Okay. Oft á tíðum. Og þetta er náttúrulega, sko, fer svo í liðina oft og í beinin, í böðvana, þannig að svona líkamlega getur þetta verið mjög erfitt sem að konu gefast bara upp og hætta, sko. Já. En þetta er samt til þess að gefa í rauninni til þess að vinna gegn því að geta mögulega fengið krabba aftur, eða? Já, það er svo svona hormóntengt krabbamein. Þannig að það er annarkvort láttu þið hafa það og láttu þið líða illa í liðunum næstu 10 árin eða taktu sénsinn. Já, eða taktu sénsinn. Og að sjálfsögðu, sko, þú veist, tók ég þá meðvitið ákvörðun að ég ætlaði að gefa þessu séns í minnst okkur til 5 ár. Já, einmitt. Og ég var sett á annað lyf sem að hafði ennþá meiri aukaverkanir og sem að konur sem eru komnar yfirbreytingarskeiðið fá. Já. Og það fór ennþá verið mér, ég gæti ekki gengið upp og niður stiga, sko. Fór svo rosalín hérna á mér. Og þá fór ég á annað lyf sem er skárra, en hann var frekar svektur krabbameinslæknirinn, ég skildi ekki hafa þolað hitt vegna þess að hann sagði að það hefði miða við minn krabba verið betra. En minnst þetta alveg nóg. Já, einmitt. Það hefur samt áhrif, sko. Já. Og þessar upplýsingar, bara þú veist, hvers konar aukaverkanir til dæmis, það er ekki, þú veist, þér er bara gert, lestu fylgiseðilinn og þú veist hvernig það er að fólk er ekki alltaf að lesa fylgiseðilinn, en sko margar af þessum aukaverkunum eru mjög anstíkilegar og þú veist, það er þurrkur í legungum, það er þurrkur í munni, það er alls konar erfileikar sem að og það er svo lítið talað um þetta. Já, einmitt. Þú getur farið á námskeið hjá Krabbameinsfélaginu, þú veist, og fengið einhvað af þessum upplýsingum en sko það er ekkert alltaf verið að tala um þessar viðkvæmustu, til dæmis konur í sambúð marga hverjar þær eru ekki að fá neinar upplýsingar og líður bara bölvanlega að geta ekki lifa kynlífi með sínu maka til dæmis og það er alls konar svona hlutir sem eru bara ekki ræddir. Akkur heldur að það sé? Ég veit það ekki, þegar ég hef stundu verið að tala við minn heimilislæknu sko, sem rindisleg sko, aukaverkanir þá sem bara já það eru bara aukaverkanir þú veist, og það er ekkert verið að ræða það neitt sérstaklega nei. Vantar svolítið upp á svona vantar kannski í rauninni bara þessi talað alls konar sjúkdóma og alls konar aukaverkanir og alls konar meðferðir. Og hvað fylgir og hvað þú getur gert og sér í lagi hvað þú getur gert. Já, einmitt. Lausnir. Já, en þetta náttúrulega þetta er að stóru hluta það sem að mér finnst vanta upp á. Það eru upplýsingar. Já, einmitt. Heyrðu, en þú ferði í aðgerð þarna, varstu með, var þetta svona arfgengt krabbamein því nú er stundum talað um að fólk sem með eitthvað gen, eitthvað já, svona brakkagen, já, til dæmis. Já, ég sem sagt, þetta var ekki arfgengt, þannig að þú ert ekki með þetta brakkagen? Nei. Ef það hefði, sko, ég gaf leyfið mitt að það verið leitað í erlendan genabanka þar sem að faðir minn var þó hann væri sem sagt fæddur í öðru landi, þá var hann Íslendingur
en hérna, og það kom í ljós að það var ekki í gegnum hann og ég veit að það var ekki í gegnum, það er önnur tegund af krabbamein sem var í móðurætt, sko. Já. Þannig að hérna var krabbamein í móðurættinni þinni, þá fekk mamma í krabbamein eða? Nei. Hún fekk ekki en amma mín og bræðurnar hérna fengu ristilkrabba. Já. En hérna brjóstakrabbamein var ekki arfgengur þáttur. Hvernig upplifirðu eitthvað svona erfiðleika við að láta taka af þér brjóstið? Já. Nei, í sjálfu sér ekki. Ég gerði það strax upp við mig. Þetta var svolítið skrítið. Ég var með mikinn hármakka og ég kveið því mest að missa hárið. Já, meira heldur en að mikið meira mál að missa hárið heldur en að missa brjóstið. En svo var þetta öfugt, sko, þegar upp var staðið. Það var auðveldar að missa hárið en erfiðar að missa brjóstið. Já, í rauninni. En í sjálfu sér, sko, þetta er bara eitthvað sem ég sætti mig við. Af því að það þurfti að gera þetta. Já. Betra að halda heilsu heldur en að vera endilega með 2 brjóst. Já, akkurat. Og hérna, það trublar mig ekkert að hérna vera einbristingur. Nei, einbristingur. Já, flott. Þú eru ekki fengið ákveðið að fá þig tattoo eins og sumar konur hafa gert? Nei, ég gerði það nú ekki. Sko, nei, en ég er ennars spöklur í. Það getur vel verið að gera það. Já, en svona það er ekkert sem að hérna skiptir mér máli svo sem, sko. Einmitt. En eins og ég segi, fyrir suma konur er þetta miklu meira sjokk. Já, einmitt. Og svona sérstaklega þessar yngri gæti ég trúað, sko. Fá konur, þú veist, þar fá vantarlega stuðning í gegnum einmitt ljósið eða eitthvað svona, fá það stuðning fyrir frá einhvern á meðan og það eru í svona andlegan stuðning varandi bara sjálfsmyndina og það allt. Já, sko, eins og ég segi, það er eiga rétt á því að tala við sálfræðinga. Nú veit ég ekki hvernig það er. Já, ef það er hitta á þær upplýsingar að það er eigi rétt á því að það getur sótt þar. Já, það er að vísu einhverja upplýsingar í hérna þessum bæklingu sem að fær. En eins og ég segi, ég til dæmis hérna, var bara svo heppin að komast strax að, veist, þarna er ég að hérna byrja vegferðina sumar, þannig að hérna það voru ekki margir sálfræðingar í vinnu á Landspítalanum en ég bara vissi, fekk náttúrulega þessar upplýsingar í gegnum vinkonu að þessi kona væri og hérna, og þetta var rosalega gott og gegnum hana náttúrulega fekk ég upplýsingar en ég hef talað við nokkra konur sem að einmitt kvörtuðu mikið yfir þessu, sko, að hérna, og að því að ljósið er, þú veist, ekkert með fullt af sálfræðingum á sínu snærum. Kannski með einna, ég veit ekki hvort þeir eru orðin 2, sko. Og það er töluvert bið í þá hérna aðstoð. Hver fjármagnar ljósið, veistu það? Þetta er bara félagsamtök. Hérna, ríkið leggur eitthvað til. Svo bara og, svo er bara styrtar aðilar. Og það er svo magnað hvaða velst dásamlegt fólk þarna í hérna, til vinnuðan í ljósinu. Allt hverju þurr betra, sko. Og til dæmis bara þetta hérna eins og við erum að tala sko hérna veist, ef að ég þyrfti að spyrja mjög nærgöngulla spurninga myndi ég vilja gera það í gegnum ljósið, sko. Já, einmitt. Já, akkurat. Það er svo mikið hlýleiki og sko, það er svo falleg orka. Já, einmitt. Ég fór til þess að sauma námskeið, taldi mig ekkert geta saumað og svona, alls konar eitthvað. Þannig að þetta svona byggir konur upp þarna líka. Já. Einmitt. Og bara allt fólk því að það er ekki bara konur. Eru kallar líka? Já, þetta er allar sem hafa greinst með krabbamein. Já, ok. Ég held þetta væri einhvern veginn bara kvenna. Nei, alls ekki. Stuðningur einhver. Ég mitt í hérna, nei. Og
því miður leita sér kannski síður þessar aðstóðar. Já, það? Já. En það eru fleiri konur sem að sækja ljósið. Já, sem að nýta þetta. Já, einmitt. Já. Hvernig, svona ef þú horfir tilbaka, fannst þér þessi reynsla breyta þér? Já, að sjálfsögðu. Já. Sko, hún að gera það núna, sérstaklega. Já. Þegar að þessi tími í lífin. Svona einhverjum árum setna. Já. Ég sess að því að ég svo verkjuð, sem þá hluti af þessu allir, ég með einhverja tegundur að gigtum og eitthvað svona og svo þetta lyf sem ég tek inn sem hjálpar ekki mikið upp á, að þá ég oft mikið verkjuð og þegar að ég talaði að það hefði komið svona eftir á þetta sjokk og þarna í COVID-inu í svo miklu einangru sem ég var í, þá fór ég að sofa vorulega mikið og ég hafði tekið inn svefnlyf lengi og var og í kringu þetta þegar ég hrein svona þá fæ ég róandi og ég fer að misnota þessi lyf. Bara langaði ekki þetta var orðið, ég var bara orðið þunglind og ég vildi bara sofa frá mér lífið. Þetta var orðið mjög þungt og fer að misnota þessi lyf sem verður svo til þess að ég fer bara í meðferð og það var það breytti rosalega miklu. En hvernig var það svona þunglind, heldur að það sé bara afleiðing af því að vera svona mikið lasin þannig að gangi gegnum þetta allt? Já, gangi gegnum þetta finnast ég í rauninni bara þetta, ég hefði svo gjarnan vilja bara vera í eigin húsnæði, búa ein og vera örugg og þetta svona þetta var erfitt, þetta var erfið tími seg smám saman. Já, ég var að vísu svolítið mikið þarna í COVID-unu að því að þessi unga vinkona mín, hún var bara í einangrun í útlöndum bara föst þar í rauninni og en sko það skipti einhver máli, mér bara leið ekki vel. Ég bara var í varst ekki þínu húsnæði? Nei, þetta var ekki, vissi ekkert hvað væri að fara að gerast og svona og svo náttúrulega held ég að stór hluti af þessu sé líka þegar að maður hefur lent í mörgum áföllum og þetta var bara eitt af mjög mörgum áföllum sem ég lenti í lífinu og þetta varð einhvern veginn svona og hef unnið rosalega vel í mér í gegnum árin en var alltaf að lendi nýjum og nýjum áföllum þannig að það svona, ég var alltaf að spóla tilbaka koma þá gömul áföllu upp og þegar að svoleiðis að þá getur verið ansi erfitt að takast á við hlutina þannig að og þú veist það svo stutt síðan farið var að tala þú veist áfallastreitu þú veist og allar þessar konur sem að koma fram í gegnum Me Too og fleiri byltingar þú veist með mörg saga kvenna svolítið þyrnum stráð og ég held að ég hafi stundum verið svolítið gjörn að skamma sjálfa mig fyrir að vera ekki sterkar, ég ætti nú að vera búin að vinna með gegnum þetta, ég ætti bara þú veist og þegar síðan krabbamenni bætist ofan á þá svona bara hrundi eitthvað endarlega svona fylltist mælirinn en þetta var sem betur fyrir stóð ekki þessi misnótkun yfir í langan tíma, þetta var sem betur fyrir ekki svoleiðis en og það var ekki eins og ég væri stöðugt að taka inn lyf, það var ekki en
það var samt alveg nóg til þess að það urði einhverja krossverkanir og hafði svo mikil áhrif á líkamann að ég hrundi þar líka sko. Já, einmitt. Og átti mjög erfitt með að takast á við það. Já. En áttaður þið á því sjálf að þú væri bara komin á þannan stað þarna? Já. Já. Og þurfti bara að fara í meðferð? Já. Ég áttaði mig á því. Ég bara einn daginn að þá fekk ég blackout og keyrði í blackouti og keyrði aftan á bíl sem betur fyrir ekki á mikilli ferð og engin skaði skeður nema bílinn minn í Klessu. Hinn bílinn sást alla á honum og það var bara, nei, hingað ekki lengra. Og ég fór í meðferð og það breytti lífið mínu ansi mikið. Þá áttaði ég mig líka kannski á því hversu mikla ábyrgð ég ber á því að láta mig líða betur. Já, einmitt. Þetta var ekkert, ég til dæmis misnota aldrei áfengi eða eiturlyf. Þetta var náttúrulega bara innan gæsalappa. Auðvitað eru svona læknadóp alveg hræðileg sko. En oftast gerist væntanlega segi ég bara Jesús þekki það ekki. Þekkirðu eitthvað það? Hvort að það sé tíðnin sé ekki oftast bara þegar einmitt fólk þarf að nota þessi lyf. Maður hefur allavega heyrt það mjög mikið með verkjalyf og annað. Já. Að þegar fólk þarf að nota þessi lyf út af einhverjum sjúkdómum að þá þannig byrji misnotkunin. Já. Það er mjög fólk fara að nota mikið og einhvern veginn missið þetta út úr höndunum. Svo svo magnað líka sko að ég er búin að vera í þunglindi og ég er ekki þú ert ekki að bæta það með því að taka einn fullt af lyfjum því að það versnar náttúrulega bara við andlegt ástand versnar við þetta. Og ég var komin þegar ég síðan fæ íbúð í gegnum félagsbústaði mjög þakklátt fyrir það að þá er ég bara svo langt niðri að ég næ ekki einhvern veginn að komast út úr því. En eins ég segi að þetta var gæfuspor að fara í meðferð því að ég er búin að kynnast sjálfur mér svo vel í gegnum það allt saman og í gegnum AA og ég er í svo geggjum kvennagrúpum það er svo mikið orka svo mikið sterk kvennorka og samstaða í þessum hópum sko og bara rosalega skemmtilegt. Já, einmitt. Ég bara eiginlega vorkina þeim sem að hafa ekki þetta hafa ekki kynst tólsportsamtökum. Já, þannig að já, og ég er mikil sko kvennabaráttu kona í svona í grunninn en þegar ég horfi tilbaka hversu margar konur hafa orðið fyrir ofbeldi, kynferðisofbeldi, heimilisofbeldi, alls konar ofbeldi að sko þetta er svo rosalegt, þetta er svo þú veist, hvað er hægt að gera til þess að stöðva þetta sko? Já. Sigrún Halldórsdóttir var að gera rannsókn einmitt var byrjað með rannsókn þar sem hún var að tala við konur sem hafði farið í gegnum krabbameinsmeðferð og var að tala þjáningarnar og það endaði með því að konur fóru að segja einmitt frá því að þetta var nú ekki neitt. Þú veist, að því þá hafðu það reynslu á því að búa í ofbeldis samböndum, nánum ofbeldis samböndum og það hefði nú verið mikið meiri lífsreynsla og þannig að það endaði með því að hún fór að gera rannsókn. Þessar stóru rannsókn sem hún gerði. Já. Það var alveg ekki sko. En það er svo athyglisvert samt sko að hún er fyrst að gera rannsókn á konum í krabbameinsmeðferð og hún tala um það með líka sko að þessi áföll og þessi áfallarsaga og áföll eru náttúrulega bara að veikja konur líka, það eru enda allar með einhverja gikt eða einhverja sjúkdóma og ég vil krabbamein. Já, það er svoleiðis og það er svo magnað líka ég kynntist konu einmitt sem að hafði orðið fyrir sko
því að einmitt við búa lengi við heimilisofbeldi og í svona vondum samböndum og hún endaði líf sitt langt fyrir aldur fram úr krabbmeini og meðan að hún var veika þá sagði hún bara þetta er bara helvitis ofbeldið. Já, nákvæmlega. Það er bara ekkert ólíklegt. Það er náttúrulega, þegar taugakerfið er þanið til þess ídrasta stöðut eins og konur sem búa við heimilisofbeldi með taugakerfið stanslaust þanið. Já. Það lítur að það lætur eitthvað undan sko. Og þetta var líka svo sem, ég vann í Kvennaathvarfinu 6 ára skeið og sá nú ýmislegt þar og ég held að ef að farið verður virkilega í alvöru á heimsvísu að skoða ofbeldi gegn konum þá væri bara og eitthvað gert í því ekkert bara skoðað heldur gert í því að þá fari konum að líða betur almennt. Já, einmitt. Já, einmitt. Hvernig, ég ætla kannski spyrja það eins líka, upplifður einhvers þar á þessum tíma fordóma fyrir því að vera að glíma við veikindi eða vera ekki hraust og sterk? Nei, ekki gagnvart krabbameininu. Nei. Það var einhvern veginn alveg allir það var bara svona vel skilgreind veikindi sem allir höfðu skilning á. En allt hitt sko, vefjagigtin, slitgigtin, þú veist. Ósýnilegu sjúkdómarnir. Ósýnilegu sjúkdómarnir. Þar hef ég fundið fyrir sko alltaf því andstyggilegum fordómum. Já. Þannig að svo þegar að krabbameini kom og þá fjöxt allt í einu vel skilgreindan sjúkdóm sem fólk hefði skilning á. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já. Hitt er einhvern veginn sko, þessir ósynlegu, þeir það virðist ennþá vera svolítið, og meira sé innan heilbrigðiskerfisins líka, því miður. Nú er búið að stofna, nú man ég ekki hvað það heitir, einhvers konar kvenna miðstöð í Mjóddinni, svona heilsugæslustöð fyrir konur. Já, er það? Já, og þar eru, þú veist, hún heitir Erla, man ekki hvers dóttir, sem að kom því á lakirnar og þar er verið að fást við þessa sjúkdóm sem að konur eru með. Já. Og þess að það eru ekki afgreiddar eins og lipodemía eða heitir fitubjúgur á íslensku. Þú veist, ég er með svoleiðis á fótunum og það hefur ekki verið neitt skilningur hingað til. Núna er aðeins að byrja einhver skilningur á þessu að þetta er sjúkdómur. Sest fita á fætunar? Já, sest í polla. Eða í polla, já. Þetta getur verið á fótum, þetta er algengast á fótleggjum. Ég er með þetta við hnén og og þetta er sem sagt þær eru að fást við þetta þarna heimilislæknir sem sagði að við konur erum bara tilneyingu þegar við eldumst að fitna á skrýtnum stöðum en þetta er ekki svoleiðis, þetta er sjúkdómur sem sagt og margar fá þetta sem sagt á efri búkin sem sagt björgunarhringin en þetta er sko en þetta er fitu vökvi sem að safna saman í polla og það alls konar svona kvennasjúkdómar sem þær eru að díla við þarna og það er semst alveg hægt að gera eitthvað í þessu. Já, það er hægt að minnka auka lífsgæði eitthvað sko. Sumar fara í aðgerðir. Ég hef farið í svona fitusog en þetta kemur bara strax aftur. Þannig að það virkar ekki þannig, ég er ekki að fara í það þú getur bara reglulega já, svona staðbundi fitusog við hnén sko. Og þetta er það tekli svart samt það sé hægt að en svo langaði mig að tala að því að við vorum að tala þú veist hvernig það er að fá krabbamein að þegar að
brjóstamiðstöðin nýja upp á Landspítali tekið notkun sko, þetta er eins og allt hér á Íslandi það er bara ákveð að taka þetta frá Krabbameinsfélaginu setja þetta niður og það versnaði þjónustan. Já, einmitt. Áður var það þannig að þú komst upp í Krabbameinsfélag í TEK, hópskoðanir eða hvað var kallað og þú gast og þá leið var legháls tekið sín úr, og það er ekki lengur, núna er það komið inn á heilsugæslustöðvarnar en það fylgdi því svo lítill peningur að það er ekki að meira segja, ef að konur eru í yfirvikt það passa þær ekki í bekkina. Það passa þær ekki í bekkina? Nei. Og allar þessar, Sólveig Sigurðar sem var að stofna þessi nýju samtök þarna, hún talaði einmitt það. Ofþyngdarsamtökin. Já. Ofþyngdarsamtökin, að hún talar einmitt það að það er fullt af konur sem vilja ekki fara þarna. Nei. Þær upplifa sig, þær eru með líkanskömm og eiga bara mjög erfitt með þetta og þetta er bara færiband að vinna orðið þarna frá. Og vantar alveg þessa ægir sem maður upplifir bara oft frekar bara hlýlegt að koma þarna og fara í sloppin hjá þeim og þú veist en á heilsugæslustofunum þar sem að skoða þar sem að konur eru að fara í leghálsskoðun, hver á að gera það? Það er nefnilega akkurat máli. Heimilislæknir? Nei. Hver á að gera það? Nei, hjúkrunarfræðingar. Ekki með neina reynslu að þessu. Þú vilt náttúrulega bara gera það hjá kvensjúkdómalækninum þínum helst eða á stofu sem er bara með sérhæfingu í þessu. Já, eða eins og upp í Krabbameinsfélagi þar sem að var krabbameinslæknir, sem að var kvensjúkdómalæknir sem að var bara í fastri vinnu við það að taka þessi sýni og allt það. Og þó þetta hafa aldrei verið skemmtilegt að þá var þetta einfaldara. Já, einmitt. Þannig að þetta skiptir líka rosalega miklu máli, kannski sérstaklega sérstaklega út af ofbeldissögu kvenna. Að sjálfsögðu. Það er akkurat, og það er það sem að Sólveig var að tala að marga konur með mikla áfallasögu og eiga bara mjög erfitt með þetta. Og þetta er nógu erfitt, jafnvel fyrir konur sem hafa lent í einhverju að fara til kvensjúkdómalæknis þó það sé bara þó það sé skárra. En hvað þá? Að liggja upp á einhverju bekk og einhver hjúkrunarfræðingur tekur þetta er ekki þetta er ekki þetta er ekki í lagi. Þetta er ekki í lagi. Það er eins og allt hér við hendum stofnunum og setjum yfir á aðra stofnanir en það fylgir því ekki fjármagn þannig að þú veist minnkar þjónustan. Það er bara búið að vera að grafa undan kerfinu einhvern veginn. Já. Smám saman. Já. Og þetta á við svo margt í okkar samfélagi. Sem er algjör synd því það við erum með svo mikið að frábæra með heilbrigðisstarfsfólki sem að allir tala fallega og upplifa frábæra þjónustu inn í svona svæðisböndnum alveg svo þú ert að tala í rauninu upp á Krabbameinsdeild og annað. En það vantar eitthvað svona heildar að þessi hugsað kerfið allt á einhvern svona fallegan hátt. Já. Og það var til dæmis, það sem ég allavega hef heyrt að Krabbameinsfélagi var farið að svolítið auka fræðslu til hvenær erlendum uppruna því að þær eiga líka svo erfitt með að leita sér þessara hjálp akkurat þessar heilsu þátta og og þarna er bara verið að henda því sem að jafnvel gott og örugglega er ég viss það að allir þessi hjúkrunarfræðingar sem að vilja gera sitt besta og eru jafnvel að því og allt það en þú veist bara akkur mátti þetta ekki bara vera eins og það var. Já, ef eitthvað funkar vel. Já, það var það voru einhverju vandkvæði sem að komi upp í Krabbameinsfélagi en það var lítið mál að hreinsa það. En það var ekki gert, það var bara tekið af og sett yfir á spítalann. Já, og þó að ef það hefði verið samt gert en hefði verið kannski gert betur líka, svo er það spurningum hvernig hlutin gerði líka. Akkurat. Og hvort það eru settið peningar í það. Já, nákvæmlega. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Þessi heldur peningar. Já.
Já, heyrðu, en hvernig er staðan hjá þér í dag eftir þín veikindi? Þarf að fara í tékk reglulega eða? Og það er nú eitt sem að, nei því miður að þá, virðist það bara vera eftir 2 ára er maður bara nánast útskrifaður. Okay. Ég fæ símtal frá hjúkrunarfræðingi einu svona ári, veit ekki eins og hvort að, ég held að sé 5 ár, allt í allt, þannig að ég fyrir að vera búið með það tímabil. Já. Þannig að já, það vantar svolítið eins og til dæmis í Danmörku, þar fá konur krabbamein og þær eru í viðtölum og eftirliti lengi á eftir. Já. Og ég held að það væri þannig hérna líka sko. Nei, það er nefnilega ekki þannig. Þannig að þarna er einhver það er bara þetta símtal einu svona ári sem ég fæ pottur brotin einhver. Já, ég veist það er allt í lagi mín vegna, ég þarf ekkit meira. Upplifið það ekki, ég þurfi meira en það hefur alveg komið upp óöryggi hjá mér. Já. Og ég setti inn á heilsuveru fyrirspurt sem var svo svara 2 mánuðir seinna. Alveg frábært sko. Og það er þetta til dæmis að þú farið ekkert samband við við krabbameinslæknið sem þú ert búin að vera í töluveru sambandi við meðan á þessu stendur öllu saman sko. Þannig að og það er þetta, þú veist, þegar maður eins og ég sagði við hjúkrunarfræðing, ég segi bara, þú veist, ég er óörugg, þú getur alltaf hringt í okkur og ég segi, já, ég get alltaf hringt í ykkur, en það er það bara til þess að hringja og segja að þú sért óörugg. Já, í rauninni. Ekkert meira, þú færð ekkert enga þjónustur. Nei. Þannig. Og þú veist, það er til dæmis og ekki er auðvelt að fá tíma hjá heimilislækni þegar eitthvað kemur upp á. Það er ekki það auðveldasta. Þannig allt kerfið er svo seikt. Já, einmitt. Og ég þekki eina sem að fekk brjóstakrabbamein út í Svíþjóð þar sem að heilbrigðiskerfið er líka hraunni komið, en það er samt meiri þjónusta heldur en hér. Já, það var sterkara fyrir. Já. Og það tekur smá lengri tíma held ég að brjóta það alveg, en það er alveg okkur verið. En eins og ég þekki 2 sem að byggu í Danmörku og fengu brjóstakrabbamein og sko önnur, hún er í 6 ára tekki sko. Já, einmitt. Já, við bara maður að vona að þetta breytist eitthvað hérna. Já, við skulum vona það. Já. Heyrðu Kolbrún, ég bara þakka þér innilega fyrir komuna og fyrir að segja okkur söguna þína. Takk fyrir mig. Og við verðum hér aftur og tölum við fleiri og fáum fleiri sjúkrasögur hér síðar. Takk fyrir. Ég ætla að minna ykkur á að læka síður samstöðurnar bæði á Facebook og YouTube og dreifa efninu, hjálpa okkur við að dreifa efninu því við erum sjálf dreifikerfið. Þið getur líka gengið í Alþýðufélagið inn á síðu samstöðurinnar undir hnappnum skráning.